Já, komið þið sæl þennan mánudagsmorgunin og velkomin í beina útsendingu Ríkisútvarpsins í sjónvarpinu og á vefnum. En hér komin stór hópur af blaðamönnum og fréttamönnum og eftir örfáar mínútur hefst hér blaðamannafundur rannsóknarnefndar Alþingis aðdraganda og orsaka falls íslensku bankana 2008. Ég er komin með fyrsta eintakið hér af þessari skýrslu, það að segja fyrsta bandið og hér eins og blaðamenn og fréttamenn séu að opna jólapakkana því hér mikil spenna í loftinu. Skýrslan sjálf var afhent núna á slaginu klukkan 10 út í þinghúsi þar sem að forsætisnefndin í heilu lagi tók við, en það sem þið sjáu núna á þessum myndum, kæru áhorfendur, nefndin heila. Það að segja rannsóknarnefnd Alþingis, það eru Páll Þórhallsson, hæstaréttardómari, Tryggvi Gunnarsson, forseti Hæstaréttar og Sigríður Benediktsdóttir hagfræðingur. Síðan það siðfræðihópur rannsóknarnefndarinnar, það eru þau Vilhjálmur Árnason, sem prófessor í heimskipeki, Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafnréttisstofu og Salvör Nordal, forstöðumaður siðfræðistofnunar. En þau voru sem sagt skipuð jafnframt inn í þennan hóp að vinna með rannsóknarnefndinni og eins og þið sjáu hérna yfir salinu og beðið eftir að þau gangi hérna inn. En það var í desember árið 2008 sem Alþingi samþykkti að setja á stofn þessa nefnd til þess að rannsaka orsakir og aðdraganda bankahrunsins. Og nú sem sagt nefndin að skila af sér niðurstöðu, tæplega hálfu ári of seint, í lögum samkvæmt átti hún að skila niðurstöðu 1. nóvember 2009, en það komið að því, þessari dagsetningu hefur marga ítrekað verið frestað, en nú komið að því 12. apríl árið 2010, nefndarmenn að koma sér fyrir núna og við munum fylgjast með þessari útsendingu hér sem mun standa sennilega í tæplega 1,5 klukkustund. Og að því loknu munum við síðan tala við Ólaf Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, en við skulum núna gefa boltan yfir á háborðið. Hér að hefjast sem sagt blaðamannafundur rannsóknarnefndar Alþingis, mánudagurinn 12. apríl og árið 2010 og klukkan 10:30. Ágætu áheyrendur, við sem hér sitjum vorum í upphafi ársins 2009 skipuð á Alþingi til þess að rannsaka aðdraganda og orsakir falls íslensku bankana 2008 og gera grein fyrir niðurstöðu okkar í skýrslu til þingsins. Þau sem skipuð voru til verksins eru Dr. Sigríður Benediktsdóttir, hagfræðingur og kennari við hagfræðideild Yale háskóla í Bandaríkjunum, Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis og sjálfur heiti ég Páll Hreinsson og hæstaréttardómari. Þá skipaði forsætisnefnd sérstakan vinnuhóp til að leggja mat á hvort skýringar á falli íslensku bankana og tengdum efnahagsáætlunum megi einhverju leyti finna í starfsháttum og siðferði, en í starfshópnum voru skipuð Dr. Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands, Salvör Nordal, forstöðumaður siðfræðistofnunar Háskóla Íslands og Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafnréttisráðs. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis var afhent Alþingi fyrir nokkrum mínútum síðan. Skýrslan í eðli sínu upplýsing- og gagnasafn, þar sem safnað hefur verið upplýsingum staðreyndir og þess freistað að draga upp heildarmynd af því sem gerðist í aðdragandanum af falli bankana árið 2008. Rannsókn nefndarinnar hefur þannig bæði beinst að 3 stóru bönkunum sem féllu hér á landi haustið 2008 og störfum stjórnvalda, meðal annars við eftirlit með þeim. Jafnframt var litið til samanburðar við einstök atriði til þeirra fjármálastofnana sem féllu við upphaf ársins 2009. Við rannsókn nefndarinnar kom fljótlega í ljós að það var margt sem úrskeiðst hafði farið. Þegar kom fram á haustið 2009 stóð nefndin frammi fyrir því vali að skila stuttri ófullkomnri skýrslu eða vinna verkin nánar þannig að betri yfirsýn fengist yfir efnið og varð sá kostur fyrir valinu.
Þótt eðlilegt sé að óþolinmæði hafi gætt varðandi skil á skýrslunni þó rétt að vekja athygli á því að rannsókn okkar tók ekki lengri tíma en til dæmis rannsókn og falli banki Lehman Brothers í Bandaríkjunum, þótt sú rannsókn liti aðeins að einum banka og tæki ekki neitt hátt til stjórnvalda. Nokkurar viðkvæmni hefur gætt að hálfu þeirra sem rannsóknin hefur beinst að varðandi hæfi nefndarmanna og starfsmanna. Í rafrænum viðauka 12 að finna ákvarðanir sem nefndin hefur tekið og snerta hæfi nefndarmanna og starfsmanna. Auk ákvörðunar sem tekin var síðasta sumar og kom í fjölmiðlum þar að finna ákvarðanir í fleiri málum. Þar má til dæmis nefna að því var haldið fram að starfsmaður væri vanhæfur á þeirri ástæðu einni að hann hafði spurt þeirra spurningar hvort hefði hvarflað að viðmælendunum að segja af sér embætti í ljósi þeirra aðstæðna sem voru haustið 2008. Þá var því haldið fram í öðru máli að starfsmaður væri vanhæfur þar sem hann hefði aðra skoðanir á því hvernig standa bæra ráðninga og starfsfólki með reynslu en viðmælendi nefndarinnar. Loks má svo geta þess að frá upphafi starfa nefndarinnar hefur legið fyrir, eins og fram kemur á heimasíðu hefur gert frá upphafi, að Tryggvi Gunnarsson hefur vikið sæti í málum hjá Fjármálaeftirlitinu sem sambýliskona sonar hans hefur haft afskipti af. Úr öllum þessum málum hefur verið leyst í samræmi við lög og ekki tilefni til að fjölyrða frekar þau. Skýrslan sett fram í 9 bindum. Í bindum 1-7 fjallað aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna og þar jafnframt að finna ályktanir nefndarinnar einstök afmörkuð viðfangsefni sem fjallað í einstökum köflum hennar. Heildarniðurstöðu nefndarinnar síðan að finna í kafla 21 en ágripa meginstöðu nefndarinnar að finna í kafla 2. Bindi 8 hefur síðan að geyma skýrslu vinnuhóps sem hafði það hlutverk að svara því hvort skýringar á falli íslensku bankana og tengdum áföllum mætti að einhverju leyti finni starfsháttum og siðferði. Í 9. bindi eru birtir viðaukar við skýrslu rannsóknarnefndarinnar og það rétt að taka fram að með netútgáfunni fylgja mun fleiri viðaukar. Rannsóknarnefndin hafði mjög víðtækar rannsóknarheimildir. Almennt var öllum skylt að veita henni upplýsingar þótt þær væru háðar þagnarskyldu. Samkvæmt lögum um nefndina stendur þagnarskylda ekki í vegi fyrir því að nefndin geti birt upplýsingar í skýrslu sinni til Alþingis ef nefndin telur slíkt nauðsynlegt til að rökstyðja niðurstöður sínar. Á grundvelli þessa ákvæðis eru birtar upplýsingar í skýrslunni sem nefndin taldi nauðsynlegt að birta svo skilja mætti rás atburða í aðdraganda falli bankanna. Ef ekki hefði notið við þessarar lagaheimildar að mega birta þagnarskyldar upplýsingar hefði nefndin einfaldlega ekki getað skrifað þá skýrslu sem þið hafið í höndum nú. Þegar litið til stærðar verkefnisins og þess hlutfallslega takmarkaða tíma og fjármuna sem rannsóknarnefndin hafði til ráðstöfunar, þá var það niðurstaða okkar að leggja áherslu á að birta helstu upplýsingar og tölfræði sem útskýrt getur annars vegar afdrifaríka þróun í rekstri bankana og hins vegar samtímagögn frá stjórnvöldum sem varpa ljósi á afstöðu þeirra viðbrögð. Svona umfangsmikil birting gagna í rannsóknarskýrslu ef til vill óvenjuleg, en hún hæfir þó að mati nefndarinnar eðli verkefnisins þar sem hún hefur þann ótvíræða kost að lesendur öðlast sjálfir forsendur til að móta sér sína eigin skoðun á grundvelli frumgagna eða upplýsing á því hverjir hafa verið orsakir fyrir hruni bankana haustið 2008. Þá bjóða ýmsir þættir rannsóknarinnar upp á ítalegri greiningar en tímans vegna var unnt að setja fram af hálfu nefndarinnar. Það því við því að búast að háskólasamfélagið geti fylgt eftir þessi rannsóknum. Í ljósi umfangsverkefnisins og þess hve ákveðnir þættir þessu flóknir einbeitti nefndi sér að rannsóknum á því sem hún taldi meginþætti verkefnisins með hliðsjón af þeim spurningum sem henni var falið að svara í lögum nefndina. Það þarf því ekki að koma á óvart að nýjar spurningar vakni við lestur á skýrslunni þegar þeim spurningum svarað sem nefndin var falið að leita svara við. En það geti því að frekari spurningum sem lúta á málavöxtum og staðreyndum almennt ekki hægt að svara án þess að fara í frekari rannsóknir. Það á valdi Alþingis að meta hvort tilefni til að fylgja rannsóknin eftir afmörkuð atriði. Hin prentaða skýrsla rúmlega 2300 síður og það því miður alveg útilokað að við getum á svo stuttum tíma farið yfir allar ályktanir
úr henni eins og við höfum hér til ráðstöfunar. Þetta skýrist ef við skoðum efnisyfirlit skýrslunnar. Í prentuðu útgáfunni það 20 blaðsíður og hér varpa ég fram á skjá köflum skýrslunnar eins og þeir birtast og loks eru gríðarlega mikið magn af viðaukum og hluti af því frá erlendum sérfræðingum sem nefndin fékk sér til liðsvörslu. Það má því segja að það sé í raun ekki sanngjarn mælikvarði að ætla að draga ályktanir efni skýrslunnar af því einu sem framkemur á þessum fundi. Við umræður á Alþingi frumvarp það sem varð að lögum nefndina lögðu margir þingmenn áherslu á að rannsóknin markaði með ákveðnum hætti upphafið að umbótum sem gerð yrði eftir fall íslensku bankana en væri alls ekki endalok málsins. Uppgjör bankahrunsins fer nú fram á mörgum vígstöðum gagnvart þeim sem ábyrgð bera. Þannig sér sérstakur saksóknari að rannsaka og ákæra þá og draga fyrir dóm sem grunnaðir afbrot. Skilanefndir og slitastjórnin vinna að því að hafa höfðað skaðabótamál á hendur þeim sem bakað hafa hinum föllnu bönkum bótaskyld tjón og þá eigum við eftir að vafalaust að sjá fjölda annarra tegunda dómsmálum sem tengjast uppgjörinu á bankahruninu. Í skýrslunni vikið að fjölda vandamál og álitefna sem taka þar til nánari athugunar. Þannig það nokkuð fyrirsjáanlegt að Alþingi þarf að taka til endurskoðunar fjölda laga sem snerta fjármálamarkaðinn. Alþingi þarf að móta pólitíska stefnu þá umgjörð sem menn vilja búa fjármálamarkaðnum hér í framhaldinu. Þá alveg nauðsynlegt að taka starfshætti Stjórnarráðs Íslands til endurskoðunar. Jafnframt verður að endurskoða lagaumgjörð og starfsemi Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands. Það rétt að taka fram að rannsóknarnefnd Alþingis var ekki falið að annast rannsókn sakamála. Á hinn bóginn var henni falið að tilkynna ríkissaksóknara vaknaði grunur við rannsókn nefndarinnar að refsiverð háttsemi hefði átt sér stað. Í gær átti rannsóknarnefndin fund með settum ríkissaksóknara og sérstökum ríkissaksóknara og afhenti ábendingar og tilkynningar sínar. Það meðal annars að finna í kafla 22 í skýrslunni en auk þess skýrslan með fjöldamörg dæmi auk þess sem nánar þarf að rannsaka. Það skiptir samfélag okkar miklu máli að við sýnum stillingu og rökræðum það sem úrskeiðis fór af yfirvegun og skynsemi og lærum af þessari bitru reynslu. Það mikið umbóta og uppbyggingarstarf sem bíður okkar og nú verðum við að bretta upp ermar og breyta því sem breyta þarf. Nú ætlum við hér á eftir sem tími leyfir að fara yfir nokkur atriði sem framkom í skýrslu nefndarinnar og ætlar doktor Sigríður Benediktsdóttir að fjalla næst nokkrar af meginorsökum fyrir falli bankanna. Meginástæður fyrir falli bankanna telur rannsóknarnefnd vera meðal annars að rannsóknarnefndir telur að efnahagur og útlán bankanna hafi vaxið fram úr innviðum bankanna sjálfra. Meginorsök falls bankanna var vöxtur þeirra og stærð þeirra við fall. Stóru bankarnir 20-földuðust að stærð á 7 árum. Mestur var vöxturinn árið 2004 og 2005. Hröð sóknin á nýju markaði var áhættusöm. Utanumhald og eftirlit með útlánum fylgdi ekki útlánavextinum. Gæði útlánasafnsins minnkaði verulega við þessar aðstæður. Þannig samræmdist vöxturinn ekki langtíma rekstri á traustum bönkum. Það voru sterkir hvatar einnig innan bankana til þess að vaxa. Og eins og þið sjáið á þessari mynd, þá var vöxturinn mikið til í lán til eignarhaldsfélaga og lán til erlendra aðila. Meginforsenda vaxtarins var aðgangur að erlendu fjármagnsmörkuðum. Árið 2005 sóttu bankarnir 3 14 milljarða evra á erlenda skuldabréfamarkaði. Það var rétt rúmlega landsframleiðsla þess árs. Mest voru þessi skuldabréf gefin út til 3 til 5 ára og þarna myndaðist mikið endurfjármögnunar áhætta þar af leiðandi. Árið 2006 lokuðust fjármálamarkaðirnir tímabundið í hinni svokölluðu mínikrísu.
Erlend innlán og skammtíma veðlán urðu þá uppspretta fjármagns fyrir bankana 3. Og þá sérstaklega þegar það fór að þrengja enn frekar að haustið og sumarið og haustið árið 2007. Skammtíma fjármögnun sem var næm fyrir markaðsaðstæðum var því uppspretta fjármagns fyrir bankana. Greiðslubyrðin á skuldabréfum sem lá fyrir við fall bankana var mikil. Fyrstu 6 mánuði eftir yfirtöku Glitnis voru tæpir 4 milljarðar evra á gjalddagi á stóru bönkunum 3. Til samanburðar má nefna að gjaldeyrisvaraforði Seðlabankans á þessu tíma voru 2,5 milljarðar evra. Greiðslubyrði veðlána sem almennt eru til viku til 6 mánaða var rúmlega 9 milljarðir evra. Og þið sjáu hérna greiðslubyrðirnar eins og greiðslurnar á hverju mánuði eins og það litu út við fall bankana. Og mér langar þá sérstaklega að benda á síðustu áramót, þar sem að 5 milljarðar evra voru á gjalddaga á 3 mánuðum. Vöxtur banka og trúverðugleiki nokkuð sem mikilvægt. Önnur lönd sem eru með stór bankakerfi hafa ólíkt Íslandi haft eftirlit með stórum alþjóðlegum bönkum í mörg ár. Orðstír þeirra til margra ára varðandi eftirlit byggt á varúðarreglum gat því vegið upp á móti vanmætti þeirra til að vera fyllilega traust vernd sem lánveitandi þrautavara. Að minnsta kosti í einhverju mæli. Fjármálaeftirlitið var almennt undirmannað hjá okkur og einnig skorti á reynt starfsfólk. Einnig kemur fram að fjármálaeftirlitið beitti ekki þeim heimildum sem það hafði. Seðlabanki Íslands var með lítinn gjaldeyrisvaraforða miðað við stærð bankana og skammtímaskuldir þjóðarinnar. Skammtímaskuldir þjóðarbúsins voru orðnar 15 sinnum gjaldeyrisvaraforði Seðlabanka Íslands og með skammtímaskuldum þjóðarinnar á ég við skuldir sem eru á gjalddaga innan 12 mánaða. Og skerti þetta sjálfsögðu á trúverðugleika kerfisins. Innlán kerfisins í erlendu gjaldmiðlum var orðið 6-falt á við gjaldeyrisvaraforðann og þurfti því lítið þurfti því lítið áhlaup til þess að við gætum ekki staðið á bak við þessa banka. Innistæðutryggingarsjóður var líka með of lítið fjármagn miðað við mögulegar skuldbindingar. Minnkaði þetta einnig verulega trúverðugleika kerfisins. Allir þessi þættir juku líkurnar á áhlaupi á bankann okkar. Bæði á áhlaup á innlán en einnig á fjármögnun sem eins og ég kom fram áður voru orðin veðlán mikið. Áhlaup hófst af fullum þunga í mars 2008 en því var hrundið þá. Rannsóknarnefndin telur að eigendur allra stóru bankana 3 og einnig eigendur Straums Burðaráss hafi fengið óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá þessum bönkum. Að því virðist í krafti eignarhaldsins. Stærstu áhættuskuldbindingar Glitnis, Kaupþings, Landsbanka og einnig Straums Burðaráss voru helstu eigendur bankana. Þetta vekur að sjálfsögðu spurningar hvort lánveitingar séu ákveðnar á viðskiptalegum forsendum. Rekstur bankana einkenndist margt af því að hámarka hag stærri hluthafa sem héldu stjórnartaumann á sama tíma. Fremur en að reka traustan banka með hagsmuni allra hluthafa að leiðarljósi og sína tilhlýðilega ábyrgð gagnvart kröfuhöfum. Síðla árs 2007 og árinu 2008 fóru að þrengja að bönkunum og þá virðast mörkin milli hagsmuna bankana og hagsmuna stærsta hluthafana þeirra oft hafa verið óskýr og bankarnir lagt meira í það að styðja við eigendur sína en eðlilegt getur talist. Síðla árs 2007 og árinu 2008 fóru að þrengja að bönkunum. Rannsóknir og fjárfestingum í peningamarkaðssjóðum sýna einnig að peningamarkaðssjóðir sem voru reknir af rekstrarfélögum í eigu stóru bankana 3 fjárfestu miklu leyti í verðbréfum sem voru tengd eigendum bankana. Vandséð að tilviljun ein hafi ráðið þar fjárfestingarákvarðanir. Hér sjáum við 10 stærstu skuldbindingar Glitnisbanka. Jafnframt til hliðar mynd af þróun skulda hjá Baugi Group HF eins og við tengjum þann hóp saman. Eins og þið sjáið á lánabókinni hjá Glitnir
þá var Baugur og Landik og FL Group ekki tengd á þetta. Við erum búin að tengja það þarna í grafinu. Það má sjá mikla breytingu á hvernig lánin til þessar hóps breytast þegar eignarhald og breytist á bankanum mitt ár 2007. Skuldbindingar bankans voru orðnar 80% af eiginfjárgrunn bankans til Baugs. Hérna fonds og það má einnig sjá nokkrar breytingar á skuldum fonds þegar eignarhald bankans breytist. Hérna sjáum við lánabók Kaupþingsbanka. Annars vegar hvernig hún kemur frá þeim með tengingu þeirra hópa og hins vegar til hliðar mynd af því hvernig við tengjum hópana saman. Robert Jenkins og tengd félögur þar efst eins og alþjóð veit. Exista var líka með mikið af lánum hjá Kaupþingsbanka. Og þið sjáu að það var ansi hátt sem hlutfall af eigin fé en það sést á hægri ás myndarinnar. Robert Jenkins skuldir hans hlóðust upp á loka árinu, eins og sést. Landsbanki Íslands, sjáuð aftur lánabók Landsbanki Íslands. Og eins og í hinum bönkunum þá eru eigendur ofarlega, eða efstir. Björgúlfur Thor Björgúlfsson var með mikið af lánum þarna og sérstaklega í tengsl við Actavis félagið sitt. Og Björgúlfur Guðmundsson einnig. Straumur Burðarás svipaður, þar sem Eimskipafélagið kemur númer 2, Björgúlfur Thor númer 3 og Björgúlfur Guðmundsson númer 6 á lista. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að samþjöppun áhættu í íslensku bönkunum hafi verið orðin hættulega mikil, þó nokkuð fyrir fall þeirra. Af þeim sökum var kerfislega áhætta vegna átlana orðin veruleg. Baugur Group, Exista, Björgúlfur Thor, Björgúlfur Guðmunds, Ólafur Ólafs, Milestone, svo nokkur dæmi séu nefnd. Á þessum myndum sjáum við skuldbindingar allra 3 stóru bankana við þessa aðila. Í öllum bönkunum virðist lausnin á þessum vanda hafa miðast að því að rökstyðja fyrir eftirlitsaðilanum að ekki væri mikla samþjöppun áhættu að ræða, fremur en að horfa til raunverulegar áhættu og reyna að draga úr henni á einhvern hátt. Víkur málinu að eigin fé bankana. Bankarnir báru umtalsverða áhættu vegna eigin hlutabréfa. Eigin fé á að vera vörn félaga gegn útlánatappi. En hér voru bein lán með veðum í eigin bréfum og engu öðru. Eða, sem jafngilt, gerði framvirkir samningar hlutabréf bankana. Því teljum við að eiginfjárhlutföllin endurspegluðu ekki raunverulegan styrk bankana né fjármálakerfisins í heild til að þola áföll. Bankarnir 3 fjármagnuðu sjálfur samtals 300 milljarða króna af eigin hlutafé mitt ár 2008. Í skýrslunni þá köllum við þetta veikt eigið fé. Á sama tíma var eiginfjárgrunnur bankanna samtals 1200 milljarðar, rétt tæpir. Þannig var veikt eigið fé rúmlega 25% á eiginfjárgrunni bankana mitt ár 2008. Ef krossfjármögnun talin með, þá á ég við fjármögnun eins banka á hlutabréfum annars banka, þá nam þetta 400 milljörðum króna. Og þegar litið framhjá þeim þætti sem eru langtíma víkjandi lán í eiginfjárgrunni bankana, þá var þetta í raun 70% af grunnþætti eiginfjárgrunnsins. Eins og sést hér á töflunni.
Rannsóknarnefnd Alþingis telur að fjármögnun eigin fjár í íslensku bankakerfinu hafi að svo stórum hluta verið byggt á lánsfé úr kerfinu sjálfu að stöðugleika þess var ógnað. Ofmetið eigið fé banka eykur getur hans til vaxtar. Geta banka til að takast á við áföll minnkar hins vegar leið. Þetta eykur áhættuna á gjaldþroti. Ef kerfislega mikilvægan banka er að ræða, eins og raunin var hér á Íslandi, með alla bankana 3, verður kostnaðurinn fyrir þjóðfélagið í heild einnig verulegur, eins og raun ber vitni. Það því niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis að veigamikil rök leiði til þeirra niðurstöðu að draga hefði átt lán sem einvörðu eru tryggð með veði í eigin hlutabréfum frá eigin fé fjármálafyrirtækisins. Hið sama gildir hluti sem voru að formi til skráður eigu þriðja aðila en fyrir reikning viðkomandi fjármálafyrirtækis sem við sáum nokkuð mikið Þarna fenguðu helstu ástæðurnar. Vöxtur bankana, eigendur bankana, samþjöppun áhættu og veikt eigið fé. En umhverfið var gott til vaxtar. Hagstjórnin átti að minnstakosti frá því árinu 2004 þátt í því að ýkja hið efnahagslega ójafnvægi sem leiddi til hrunsins. Alþjóðlegt umhverfi einkenndist af þenslu, auknu ójafnvægi, lágum vöxtum og lausafjárgnótt. Að mati rannsóknarnefndar var hvorki með aðgerðum ríkisfjármálum né peningastefnu brugðist á fullnægjandi hátt við hagsveiflum, ofþenslu og vaxandi ójafnvægi í hagkerfinu. Umfangsmiklar stóriðjuframkvæmdir hér á landi kölluðu á viðbrögð þar sem gripið yrði til aðgerða sem myndu skapa rými fyrir framkvæmdir í hagkerfinu. Ráðstafanir hins opinbera í efnahagsmálum í þeirri uppsveiflu sem varð í aðdraganda fallsbankanna var til þess að auka á þensluna, þvert á móti. Þegar efnahagsstjórn hefði átt að miða að því að draga úr þenslu. Stjórnvöld ákváðu að lækka skatta á þenslutímum og það var gert í trássi við ráðleggingar sérfræðinga og jafnvel gegn betri vitund þeirra ráðamanna sem ákvarðanirnar tóku. Breytingar á útlánareglum Íbúðalánasjóðs voru með stærri hagstjórnarmistökum í aðdraganda falli bankana. Þau mistök voru gerð með fullri vitund líklegar afleiðingar aðgerðanna. Áhrif þeirra urðu enn meiri í alþjóðlegu lágvaxtar umhverfi sem varð á þessum tíma. Rannsóknarnefndin telur einnig að stýrivextir hafi verið of lágir í upphafi sveiflunnar. Seðlabankinn fór sér engu óðslega við vaxtahækkanir árið 2005 og 2006. Við ákvarðanir umfang þeirra virðist bankinn sífellt hafa reiknað með því að framfæru aðhaldsaðgerðir af hálfu hins opinbera sem ekki urðu. Samhliða vaxtahækkunum jókst lausafjárfyrirgreiðsla Seðlabankans við fjármálastofnun verulega þegar kom fram á árið 2008 sérstaklega. Seðlabankinn lánaði gegn veði til bankana lán gegn veði til bankana fór úr því að vera 30 milljarðar árið 2005 upp í 500 milljarðar við fall bankana. Enda þótt Seðlabankinn gerði sér grein fyrir veikleikum bankana í upphafi árs 2008 hélt hann áfram að veita þessi lán og þau uxu verulega á því ári. Eins og sjáið á myndinni þá eru veðlán Seðlabankans sýnd þarna og stabbinn undir eru þau skuldabréf sem þau tóku í bönkunum sem veð fyrir þessum lánum og námu þau samtals 300 milljörðum króna við fall bankana. Veð í skuldabréfum Kaupþings, svarti hlutinn, skuldabréfum Glitnis, rauði hlutinn og skuldabréfum Landsbankans. Innlán erlendis. Erlend innlán íslensku bankana jukust verulega frá lokum árs 2006 og var það meðal annars svar bankan við þeirri gagnrýni sem fram hafði komið í upphafi þess árs einhæfa fjármögnun bankana á erlendum skuldabréfamörkuðum. Frá lokum þriðja ársfjórðungs 2006 til miðs árs 2007, á sirka 9 mánuðum, jukust innlán Landsbankans í erlendum útibúum hans í London og Hollandi 9 milljarða evra. Mestu hluti þessara vaxtar var í útibúi Landsbankans í Bretlandi
en það má sjá á grænu stöpplunum í myndinni. Á þessum tímabili þá fóru þessi peningar, eða þessi innlán fóru í verulegan útlánavöxt hjá Landsbankanum, eða 5 milljarðar evra. Aukningin var mest hjá eignarhaldsfélögum og erlendum aðilum. Og vil ég þá benda á að erlendir aðilar eru aðilar með erlenda kennitölu, en ekki þar með sagt ótengdir Íslandi. Gætu allt eins verið félög í Lúxemborg í eigu íslenskra aðila. Einnig minnkaði Landsbanki útgáfu skuldabréfa verulega á þessu tímabili. Samdráttur í útistandi skuldabréfum nam það bil 1,5 milljörðum evra, en þið sjáið að meginhlutin fór í útlánavöxt. Á hinn bóginn frá miðju ári 2007 og fram að falli bankana, síðustu 12 mánuðina, þá var útflæði heilsulinnlána úr útibúum Landsbankans í Bretland og Hollandi meira en sem nam innstreyminu smásöluinnlána á Icesave-reikninga bankans. Þannig að síðustu 12 mánuði þá var ekkert nettó innstreymi frá þessum útibúum, heldur þvert á móti rétt tæplega milljarður evra útstreymi. Hinir bankandi fóru líka í að safna innlánum erlendis. Á síðasta ársfjórðungi 2007 var Kaupþing með Edge-reikningana sína, hleypti þeim á stokkunum. Þetta var aðalega gert þó í dótturfélögum, sem skiptir meginmáli fyrir okkur núna. Edge-reikningarnir uxu hratt, eða 5,4 milljarðar evra á árinu 2008. Glitnir var meðal annars með smásöluinnlán í dótturfélaginu sínu í Noregi og heildsöluinnlán í útibúi í London, sem voru nokkuð há. Þau urðu mest 5 milljarðar evra í lok nóvember 2007. Það voru hinn bóginn heildsöluinnlán í London sem ollu Glitni vandræðum á árinu 2008, en það runnu út 1,2 milljarðar evra frá ársbyrjun fram að falli bankans. Erlend innlán bankanna þriggja voru orðin 8-faldur gjaldeyrisforði Seðlabankans Íslands í lok árs 2007. Því var alveg ljóst á þessum tímapunkti að annaðhvort þyrfti að stækka gjaldeyrisforðann verulega eða draga úr tengslum bankana við landið. Að öðrum kosti væri líkurnar á áhlaupi á íslensku bankana verulegar, þar sem Seðlabankinn var einfaldlega ekki trúverðulegu bakhjarl þeirra. Ofan á þetta bættist að tryggingarsjóður innistæðueiganda og fjárfesta hefði við mjög litlum fjármunum að ráða í samanburði við þau innlán sem honum var ætlað að tryggja. Þegar líða fyrir á lausafjárkrísuna sjáum við ákveðna hegðun, ákveðna hluti gerast. Íslensk fyrirtæki höfðu auk lántöku á Íslandi komist í fjármuni erlendis hjá erlendum bönkum. Mörg þessara lána voru veitt gegn veði í innlendum hlutabréfum og mikið í innlendum hlutabréfum bankana. Með lækkandi hlutabréfaverði versnaði tryggingastaða erlendum lánanna hjá íslensku fjárfestingafélögunum. Erlendu lánveitendurnir kölluðu eftir auknum tryggingum þá. Glitnir, Kaupþing og Landsbanki brugðust við með því að taka við fjármögnuninni þannig að greitt yrðu upp lán við erlendu bankana. Þannig lánu íslensku bankarnir mjög mikla fjármuni á sama tíma og verulegur lausafjárskurtur hrjáði þá. Við spyrjum okkur að sjálfsögðu hverjar geta verið ástæður þessa. Og númer 1 afkoma bankana var of háð viðkomandi fyrirtækjum. Þannig eina leiðin var að lána fyrir þessu, ella félli bankinn með. Þessi fjárfestingafélög höfðu einnig óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé í bönkunum í krafti eignarhluta sinna og áhrifa þar. Aftur koma eigendur við sögur þar. Ekki síður, og þetta ekki nefnt í röð eftir því sem við teljum sér réttast að þessum ástæðum, að þessi lán voru á stórum hluta til að fjármagna kaup í hlutabréfum í bönkunum sjálfum. Og voru því liður í að viðhalda verði hlutabréfanna uppi. Einnig sjáum við nokkuð í því að þetta gæti hafa verið gert til að koma í veg fyrir neikvæða umfjöllun, eins og sú umfjöllun sem varð í byrjun janúar árið 2008 þegar fjárfestingafélagið Gnúpur féll.
Þið hafið heyrt þessi lán. Lánin í Svartháf, óbeint í Milestone. Einnig lán til Kjalars, gegn Meglu Invest. Það var fyrir láni frá Morgan Stanley og samtals var lánað 400 milljónir evra í það. Einnig lánaði Landsbankinn til Björgúls Thors peninga á síðustu metrunum, síðustu dögunum, til að koma í veg fyrir að Deutsche Bank tæki aktavís yfir. Í skýrslunni tökum við á náttúrulega mikið fleiri efnisliðum og ég hef náttúrulega engan veginn náð að segja ykkur frá þessu á tæmandi hátt. Við tökum einstök dæmi og nefnum dæmi hvað var í ganginn í bönkunum. Ég vil nefna innan nokkra þætti viðbót. Það sérstakur kafli einkavæðingu og eignarhald bankana. Sérstaklega einkavæðinguna, kafli 6. Það sérstakur kafli þar sem farið yfir launakerfi og launastrúktúr bankana, kafli 10. Við förum vel yfir íslenska hlutabréfamarkaðinn, þó áherslunar séu reyndar þröngar, út af við kíkjum fyrst og fremst á hlutabréfamarkaðinn út af frá hlutabréfunum í bönkunum sjálfum. Og í því tilfelli þá telur rannsóknarnefndin að bankarnir hafi allir reynt að kalla fram óeðlilega eftirspurn með hlutabréfum í sjálfum sér og nota til þess bæði það svigrúm sem hægt var að skapa með viðskiptum deildar eigin viðskipta og lánveitingar í framhaldinu til einstaklingar og fyrirtækja til að kaupa eigin hlutabréf. Það heill kafli peningamarkaðssjóðina líka. Eins og áður kemur fram þá fjárfestu peningamarkaðssjóðirnir mikið í verðbréfum eigenda bankana sem voru móðurfélög þeirra. Einnig voru innlán ef ykkur voru hjá móðurfélögum. Almennt teljum við að peningamarkaðssjóðunum hafi skort sjálfstæði gagnvart móðurfélagi sínu, verulegur skortur þar á og erum með dæmi slíkt í skýrslunni. Við ræðum einnig veðlán við Seðlabanka Evrópu. Undir lokin þá voru bankarnir með marga milljarða evra í lán frá Seðlabanka Evrópu. Í ljósi ríkjandi markaðsástandana allt frá hausti 2007 var bönkunum verulega erfitt vik að vinda ofan áhættunni sem hafði myndast í kerfinu. Stór hluti þess vanda sem bankarnir reyndu að bregðast við í aðdraganda falls þeirra var vegna áhættu sem þegar var til staðar innan kerfisins þegar lausafjárþurrðin skall á. Bankarnir tóku þó áhættu í rekstri sínum þegar betur áræði. Og við viljum benda á það að áhætta myndast þegar hún tekin en ekki þegar hlutabréfaverð eða gengi krónunnar fyrir að lækka. Aukin útlán til eigenda, yfirtaka á erlendri fjármögnun, tap vegna kaupa og sölu á eigin hlutabréfum og sambærileg háttsemi bankana í því umfangi sem lýst í skýrslunni verður þó vart talist til réttmætra viðbragða við slíkum vanda eða í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Við fall bankana varð óhjákvæmilega mikil verðfall á eignum þeirra. Það hins vegar niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis að gæði útlánasafns bankana hafi verið byrjuð að rýrna að minnstakosti 12 mánuðum fyrir fall þeirra og hafi gert það allt fram að fallinu, þótt ekki sæist þess stað í reikningsskilum bankana. Þær rannsóknir sem nefndin hefur gert á fjármálafyrirtækina bendir eindregið til þess að virði útlána og skuldbindinga sem þeim tengdust hafi verið ofmetin í reikningsskilum fyrirtækina í árslok 2007 og einnig við hálfsársuppgjör 2008. Í úrtaki sem rannsóknarnefndin tók að lánveitingum til viðskiptavina bankana frá upphafi árs 2007 og fram að falli var þriðjungur allra veittra lána í formi framlenginga áður tekinna lána eða tæpir 1000 milljarðar króna. 54% úr þessu úrtaki einnig voru lán veitt með veðum í hlutabréfum og 19% voru lán án trygginga. Einnig var mikið að lán væri veitt í erlendum myntum til fyrirtækja og einstaklinga sem ekki höfðu tekjuflæði í viðkomandi mynt og virðist það ekki hafa skipt miklu máli. Það var jafnvel
lánað til eignarhaldsfélaga sem höfðu engar aðrar eignir en innlend hlutabréf og lánin voru veitt í erlendum myntum. Eignir stóru bankanna 3 voru endurmetnar í nóvember 2008. Fyrir þetta endurmat voru eignar metnar á tæpa 12.000 milljarða króna. Eftir endurmat 4.500 milljarðar króna. Lækkunin var 7.400 milljarðar króna, eða rúmlega 60%. Niðurfærslan samkvæmt uppgjöri í lok júní árið 2008 voru 67 milljarðar króna, eða 0,7% af heildareignum fyrirtækjanna á þeim tíma. Ég vil nefna til samanburðar að þjóðarframleiðsla Íslands fyrir árið 2008 og rétt tæpir 15.000 milljarðar króna. Því svara niðurfærslan eigna fjármálafyrirtækjanna til þjóðarframleiðslu Íslands í 5 ár. Næst tekur við Páll Hreinsson og talar stjórnkerfi í aðdragandi falls bankanna. Sú þróun sem Sigríður hefur lýst hér að framan byggist á ákvörðunum sem stjórnendur og eigendur bankanna tóku. Þetta voru viðskiptaákvarðanir sem þeir bera lögum samkvæmt ábyrgð á. Þeirri ábyrgð verður hins vegar aðeins komið fram gagnvart þeim fyrir dómstólum, annars vegar af hálfu ákæruvaldsins og síðan í einkamálum af hálfu þeirra sem telja að rétti sínum hafi verið brotið. Þegar við höfum nú stiklað á stóru í meginorsökum að falli bankanna, þá vaknar auðvitað spurningin: vissu stjórnvöld þessa veikleika? Höfðu þau tækifæri til að bregðast við? Og þau stjórnvöld sem koma hér við sögu eru forsætisráðherra, viðskiptaráðherra, fjármálaráðherra og það eru auðvitað Seðlabanki Íslands, Fjármálaeftirlitið og samráðshópur stjórnvalda. Rétt er að taka fram að í kafla 19 og 20 í skýrslunni hafa geyma sögu afskipta stjórnvalda í aðdraganda að falli bankanna. Stjórnvöldum var vel kunnugt það vanda sem bankarnir lentu í á fyrri hluta ársins 2006 í hinni svokölluðu mínikrísu. Þeim var einnig vel ljóst hvenær hin alþjóðlega fjármálakreppa lagðist af og að hún hafði fljótlega mjög alvarleg áhrif á rekstur bankanna. Í nóvember 2007 höfðu áhyggjur magnast svo mikið að kallaður var saman starfshópur í Seðlabanka Íslands viðbrögð við lausafjárvanda og viðbúnaðarstöðu aukið. Þá var einnig settur á fót sérstakur viðbúnaðarhópur hjá Fjármálaeftirlitinu. Á sama tíma fór samráðshópur stjórnvalda að funda oftar. Á öðrum fundi samráðshópsins eftir áramót hafði ástandið þróast á þann veg að bókuð voru ummæli eftir Ingimundi Freyrissyni seðlabankastjóra að fjármálaáfall væri ekki lengur fjarstæðukenndur möguleiki. Forsætisráðherra, utanríkisráðherra og fjármálaráðherra áttu fund með bankastjórn Seðlabanka Íslands 7. febrúar 2008. Á fundinum dró formaður bankastjórnar Seðlabankans upp mjög dökka mynd af stöðu og framtíðarhorfum íslenska bankana. Upplýsingarnar bentu til yfirvofandi hættu fyrir íslenskt efnahagslíf. Seðlabankinn lagði ekki fram tillögur hvað þyrfti að gera til að bregðast við þar sem talið var að ráðherrar yrðu að hafa frumkvæði að því. En ráðherrarnir, þeir óskuðu heldur ekki eftir tillögum bankastjórnar hvað úrræða væri í tækistöðunni þar sem þeir töldu að Seðlabankinn ætti að hafa frumkvæði að því. Engar tillögur komu því fram og ekki var gripið til neinnar ástafana. Bankastjórn Seðlabanka Íslands átti einnig fund með forsætisráðherra og utanríkisráðherra 1. apríl 2008 og upplýsti þar að 193 milljónir punda hefðu runnið út af ICE-reikningum í London helgin áður. Jafnframt kom fram að Landsbankinn gæti einvörðingu þolað slíkt útstreymi í 6 daga. Hvorki forsætisráðherra né aðrir ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem höfðu þessar upplýsingar brugðust við þeim með virkum og trúverðugum aðgerðum. Hinn 14. apríl kom út skýrsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þar sem lögð rík áhersla á að minnka verði íslensku bankana
og hinn 23. apríl hringdi Davíð Oddsson í forsætisráðherra og tilkynnti að Seðlabanki Bretlands hefði að hafna því að gera gjaldeyrisskiptasamning við Seðlabanka Íslands. Þannig hrönnuðust upp óveðursský. Að mati rannsóknarnefndar Alþingis voru aðgerðir ríkisstjórnarinnar í málum bankanna ómarkvissar þegar harðna tók á dalnum árinu 2008. Ráðherrar einblíndu of mikið á ímyndarvanda fjármálafyrirtækja í stað þess augljósa vanda að íslenska fjármálakerfið var allt of stórt miðað við íslenskt hagkerfi. Þegar ráðherrar hugðust bæta ímynd íslenska bankakerfisins með þátttöku í opinberri umræðu, einkum erlendis, þá var það gert án þess að lagt væri mat á fjárhagslegan styrk ríkisins til þess að koma bönkunum til aðstoðar og án þess að fyrir lægju upplýsingar kostnað við hugsanlegt fjármálaáfall. Fyrir liggur að á fundum ríkisstjórnar Íslands var allt fram að falli bankana lítið rætt stöðu bankana og lausafjárkreppuna sem hófst undir lok sumars 2007. Hvorki verður séð af fundargerðum ríkisstjórnar né af frásögnu þeirra sem gáfu skýrslu fyrir rannsóknarnefnd Alþingis að þeir ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem fóru með efnahagsmál, bankamál eða fjármál ríkisins hafi gefið ríkisstjórninni sérstaka skýrslu vanda bankana eða hugsanleg áhrif hans á efnahag og fjármál ríkisins frá því að þrengja tók að bönkunum og það til bankakerfið riðaði til falls í október 2008. Þrátt fyrir að stjórnarskráin gerir ráð fyrir að ræða skuli í ríkisstjórnum mikilvæg stjórnarmálefni, eins og þar segir, hefur þróunin orðin sú með samsteypustjórnum síðustu áratugum að óformlegi fundir og samráð formanna ríkisstjórnarflokkanna, þar að segja oddvita ríkisstjórnar hverjum tíma, hafa fengið aukið vægi við stefnumörkun og eiginlega ákvörðunartökun í starfi ríkisstjórnar. En oddvita ríkisstjórnar koma líka í ýmsum tilvikum sameiginlega fram gagnvart fulltrúum stjórnvalda. Á þessu einn stór galli. Reglur ábyrgð og framkvæmd verkefna í stjórnarráðinu ríma bara alls ekki í samræmi við þessi vinnubrögð. Árið 2008 átti forsætisráðherra allmarga fundi með formanni bankastjórnar Seðlabankans og bankastjórum bankana. Á tímabilinu febrúar til maí 2008 átti bankastjórn Seðlabankans einnig að minnsta kosti 5 fundi með forsætisráðherra, fjármálaráðherra og utanríkisráðherra. Málefni bankakerfisins heyrðu undir ráðuneyti Björgvins G. Sigurðssonar, þáverandi viðstjórnarráðherra. Hann var ekki boðið á neinn þessara funda. Þar var þó meðal annars rætt vanda bankana og lausafjárkreppuna. Að auki var viðskiptaráðherra hvorki gerð grein fyrir því að fundirnir höfðu farið fram, né var hann upplýstur það sem fram fór. Ein undantekning þó frá þessum, því greint var frá fundinum 7. febrúar 2008 á þingflokksfundi Samfylkingarinnar 11. febrúar 2008. Að mati rannsóknarnefndar bar forsætisráðherra sem verkstjóra ríkisstjórnarinnar að upplýsa viðskiptaráðherra framagreinda fundi þegar hann gæti rækt starfsskyldur sínar sem ráðherra bankamála. Eins og áður segir tóku áhyggjur bankastjórnar Seðlabankans af því ástandi sem var að skapast í starfsumhverfi bankana að vaxa verulega í nóvember 2007. Bankastjórnin lýsti þeim áhyggjum ýmist beint við forsætisráðherra og þröngan hóp ráðherra eða á vettvangi samráðshóps stjórnvalda. Þrátt fyrir þessar áhyggjur verður ekki séð að bankastjórn Seðlabankans hafi komið á framfæri við ríkisstjórnina formlegum tillögum að nauðsynlegum aðgerðum. Af því marki sem Seðlabankinn taldi sig skorta nauðsynleg úrræði í lögum til að bregðast sjálfur við þeim vanda sem þið var í etja, var rétt að bankastjórnin gerði þetta ríkisstjórninni grein fyrir því með formlegum hætti. Fór þannig ekki saman annars vegar hvert mat bankans var hann við alvarlegu stöðu og eins og rökrétt viðbrögð og tillögur byggður á því mati. Hér skal þó áréttað að hvað sem þessu leið þá kom bankastjórn Seðlabankans upplýsingum á alvarlegri stöðu bankana munnlega á framfæri í skýrum hætti við ráðherra. Samráðshópi forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis, fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands fjármálastöðugleika og viðbúnað var komið á fót með skriflegu samkomulagi 21. febrúar 2006. Hópurinn var vettvangur upplýsinga og skoðanaskipta. Fram kom að hann var í ráðgefandi og tæki ekki ákvarðanir aðgerðir. Það vekur sérstaka athygli að í samkomulaginu stofnun samráðshópsins það ekki tilgreint sem verkefni hans að semja sameiginlega viðbúnaðaráætlun stjórnvalda. Á hinn bóginn virðist ljóst
að bæði Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið hafi litið til samráðshópsins varðandi frumkvæði að sameiginlegum viðbúnaðaraðgerðum og samhæfingu. Ekki síst átti það aðgerðir sem kröfðust pólitískra ákvarðana. Verður því ekki annað séð en að samráðshópnum hafi í framkvæmd verið ljáð meira vægi varðandi undirbúning aðgerða en leiddi beint á ákvörðun samkomulagsins frá 21. febrúar 2006 þegar honum var komið á fót. Í það minnsta er ljóst að hvergi annar staðar í stjórnkerfinu var unnið að sameiginlegum viðbúnaðaráætlunum. Þessi óljósa stað valdsvið og ábyrgð samráðshópsins virðist meira að hafa leitt til þess að ekki lá skýrt fyrir hver stýrði, samhæfði og bar ábyrgð á viðlagðan undirbúningi íslenska ríkisins vegna fjármálaáfalla. Í skýrslum ráðherra og fyrir starfsmanna ríkisstjórnarmanna fyrir rannsóknarnefnd Alþingis vísaði hver og annan athafnaskyldu og enginn gekkst við ábyrgð. Tillögur nauðsyn viðbúnaðar sem einstaka stofnanir lögðu fram í samráðshópnum fengu hvorki formlega afgreiðslu þar né hjá ráðherrum sem áttu fulltrúa í hópnum. Verður því ekki annað séð að mjög hafa skort á að vinnu samráðshópsins hafi verið stýrt á markvissan hátt, bæði á hálfu hópsins sjálfs og ráðherranna. Í því samhengi bendir rannsóknarnefnd Alþingis sérstaklega á að þegar hólmi var komið og bankarnir riðu til falls var ekki fyrir hendi nein sameiginlega viðbúnaðaráætlun stjórnvalda sem sárlega þurfti það að halda. Samráðshópnum virðist heldur ekki hafa tekist vel upp í því að stilla saman strengjum þau verkefni sem augljóslega gátu heyrt undir fleiri stjórnvöld. Að minnsta kosti 3 ráðherrar auk 2 ríkisstofnana Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins koma að vandamálum er tengdust Icesave-reikningum Landsbankans í útibúum hans erlendis. Þrátt fyrir það hefur ekkert komið fram að íslensk stjórnvöld hafa á þessum tíma stillt saman strengi í samráðshópnum og lagt formlega að Landsbankanum að flytja Icesave-reikningar yfir í dótturfélög. Það liggur ekkert fyrir að stjórnvöld hafi kallað eftir tímaáætlun slíka flutning frá bankanum ef stjórnvöld litu svo að hann væri yfirleitt að undirbúa flutningin. Hvað sem leið lagalegum heimildum Landsbankans til að reka útibú bankans í London var ljóst að framvinda mála flutning Icesave-reikninganna yfir í dótturfélag gat haft verulega þýðingu fyrir viðbrögð og aðgerðir íslenskra stjórnvalda á næstu misserum eftir, meðal annars vegna tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta og fyrir samskipti við erlenda eftirlitsaðila og Seðlabanka. Þegar kom að samningu hinna svokölluðu neyðarlaga má í stórum dráttum segja að það eina sem kom sýnilega notum úr vinnu samráðshópsins stjórnvalda hafi verið þau drög að ákvæði sem varð 100. grein A í lögum í fjármálafyrirtæki. Í grófum dráttum voru önnur ákvæði neyðarlaganna samin dagana 4. til 7. október 2008 í miklu tímahraki. Mörg hver afar flókin og yfirgripsmikil. Þeir sem sömdu þau nutu ekki aðstoðar sérfræðinga á sviðum sem mikið hlaut á að reyna á við úrvinnslu og útfærslu frumvarpsins, til dæmis á sviði gjaldþrotaréttar. Neyðarlögin voru samþykkt á Alþingi að kvöldi 7. október 2008. Mikið skortir á að unnið hafi verið að viðbúnaðarmálum ríkisins á skipulegan og vandaðan hátt. Rétt er þó að halda því til haga að rannsóknarnefndin telur ekki hægt að fullyrða að unnt hefði verið að bjarga íslensku bönkunum frá falli, jafnvel þótt vanda hefði verið betur til viðbúnaðarvinnu á árinu 2008. Slíkar aðgerðir hefði þurft að koma til miklu fyrr. Á hinn bóginn hefði vandaður undirbúningur verið til þess fallinn að draga mun meira úr því tjóni sem fall bankana orsakaði. Íslensk stjórnvöld hefði þó einnig verið betur í stakk búin til að móta sér fyrr stefnu mörg af þeim álitaefnum sem taka þurfti að skarið svo sem í samskiptum við bresk og hollensk stjórnvöld. Á vormánuðum 2008 fór að gæta í röðum erlendra seðlabankastjóra vaxandi vantrúar á stöðu íslensku bankana og þrýstu þeir á að efnahagur þeirra yrði minnkaður. Hinn 15. apríl 2008 sendi Davíð Oddsson formlega beiðni gjaldmiðlaskiptasamning til Seðlabanka Bretlands. Mervyn King, seðlabankastjóri breska Seðlabankans, svaraði bréfi Davíðs 23. apríl og hafnaði beiðni Seðlabankans. Hann lýsti því hins vegar yfir að erlendir seðlabankar gætu hjálpa Íslendingum að finna leið til að minnka bankakerfið sitt.
Að hans mati væri það eina raunhæfa leiðin til að takast á við vandann. King sagði loks að hann byði fram alla aðstoð sem hann gæti veitt við að takast á við þetta verkefni. Seðlabanki Íslands þekktist ekki þetta boð. Í staðinn var sent svar þar sem þess var vinsamlegast óskað að breski Seðlabankinn endurskoði afstöðu sína til umbeðis skiptasamnings. Því bréfi var hins vegar ekki svarað. Eftir fund Seðlabankastjóra G10-landanna í Basel 4. maí 2008 varð ljóst að Seðlabanka Íslands stóð hvorki til boða gjaldmiðlaskiptasamningar fyrir breska Seðlabankann né aðra seðlabanka að undanskildu þeim danska, norska og sænska. Í bréfi Stefans Ingvers, seðlabankastjóra Svíþjóðar, til rannsóknarnefndar Alþingis kemur fram sú skoðun hans að óskýrt eignarhald ásamt örum vexti á efnahagsreikningi bankanna hafi leitt til hættu ástands sem íslensk stjórnvöld hafi hvorki virst átta sig á né fyllilega skilið hvernig mætti mæta. Vorið 2008 fengust aðeins dönsku, norsku og sænsku seðlabankarnir til þess að gera gjaldmiðlaskiptasamninga við Seðlabanka Íslands og það með eftirgangsmunum. Þeir settu meðal annars skilyrði fyrir slíku samningum að forsætisráðherra veitti loforðum að þrýst yrði á íslensku bankana að draga saman stærð efnahagsreikninga sinna með hliðsjón og tillögum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þá var fyrirgreiðsla norrænu seðlabankanna bundin skilyrðum að ríkisstjórn Íslands beitti sér fyrir ákveðnum pólitískum aðgerðum og athöfnum af hálfu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins. Ráðherrarnir undirrituðu yfirlýsinguna 15. maí 2008 ásamt bankastjórn Seðlabanka Íslands. Yfirlýsingin var ekki birt opinberlega og heldur ekki lögð fram á ríkisstjórnarfundi. Lítið varð efndir á fyrrnefndum loforðum af hálfu ríkisstjórnarinnar sumarið 2008. Það var ekki til að bæta þá orðspor sem fór á íslensku stjórnvöldum hjá erlendum seðlabankum. Þegar þarna var komið í sögu voru íslensk stjórnvöld orðin mjög einangruð á þessu leyti og alþjóðavettvangi. Þau átti því fáhús að venda þegar kom að falli íslensku bankana í október 2008. Fjármálaeftirlitið var ekki nægilega við stakk búið til þess að sinna eftirliti með fjármálafyrirtækjum með viðhlítandi hátt þegar þau féllu haustið 2008. Ef litið til rekstrakostnaðar fjármálaeftirlitsins og ráðstöfunarfjár þess fram til ársins 2006 ljóst að vöxtur stofnunarinnar fylgdi ekki hröðum vexti íslenskra fjármálakerfisins. Verkefni fjármálaeftirlitsins krefjast mikillar sérþekkingar á rekstri banka, hagfræði, reikningsskilum og löggjöf á fjármálamarkaði. Ljóst að allt og seint var hafist handa við auka fjárveitingar til fjármálaeftirlitsins þó þau gæti fylgt eftir þeirri þróun í starfsemi fjármálafyrirtækjanna og rækt lögbundin eftirlitsverkefni sín. Ekki verður þó sagt að allur vandi fjármálaeftirlitsins verði rakinn til ónógra fjárveitinga. Þannig skorti á að fjármálaeftirlitið tækist á við grundvallar spurningar svo sem starf bankakerfisins og nauðsynleg viðbrögð stofnunarinnar við allt á örum vexti þess. Röng forgangsröðun var einnig hluti að vanda fjármálaeftirlitsins. Enda þótt unnið hefði verið að endurbótum og uppbyggingu á upplýsingakerfum fjármálaeftirlitsins frá árinu 2006 hefði átt að leggja miklu meiri áherslu á að koma upp þróuðum upplýsingakerfum hjá stofnuninni. Þá skorti einnig á að fjármálaeftirlitið sýndi í eftirlitsstörfum sínum nægilega festu og ákveðni úrlausn og eftirfylgni mála. Stofnunin gætti þess ekki nægilega að koma málum í formlega farveg þegar ljós kom að eftirlitsskyldur aðili fylgdi ekki lögum og öðrum fyrirmælum sem til hans var beint. Samkvæmt skýrum fyrirmælum 1. málsgreinar 10. greinar laga fjármálaeftirlitið skal fjármálaeftirlitið krefjast þess að úr sé bætt innan hæfilegs frests og fylgja málum síðan eftir á þunga með þeim úrræðum sem það hefur. Í svörum þeirra stjórnenda stofnana stjórnkerfisins sem gáfu skýrslur fyrir rannsóknarnefnd Alþingis var algengt að því væri svarað til að það hefði ekki fallið innan starfs viðkomandi eða stofnunar sem hann veitti forstöðu á fjallum tiltekin málefni eða bera ábyrgð á tilteknu verkefni. Jafnan var þannig vísað til þess að slík málefni eða verkefni hefði verið á ábyrgð annarra stofnana eða embættismanna. Af þessum svörum verður ráðið að fulltrúum og forsvarsmönnum þeirra stofnana íslenska stjórnkerfisins sem hafa átt eftirlit með starfsemi á fjármálamarkaði og áhrifum þeirra starfsemi og stöðugleika í efnahagslífi ríkisins
var í ýmsum tilvikum ekki ljóst hver átti að sinna og bar ábyrgð á ákveðnum þáttum þessara mála í hinu daglega starfi stjórnvalda. Það nú aldeilis brýnt að hugsa verði sérstaklega að því og hugað að því að afmarka betur og kveða skýrar á skyldur einstakra stofnana og embættismanna að þessu leyti. Hlutverk rannsóknarnefndar Alþingis var fyrst og fremst að sinna rannsóknum og koma með lýsingu á því sem gerðist í aðdraganda falli bankanna. Rannsóknarnefnd Alþingis var þó einnig falin með 1. grein laganna nefndina að leggja mat á það hvort mistök eða vanrækslu var að ræða og hverjir bæri ábyrgð á því. Í þeirri stuttu umfjöllun sem okkur mögulegt að komast yfir hér verður einvörðungu stiklað og stór þetta en nánar en þá fjallað í kafla 21.5 í skýrslunni. Grundvöllur að ábyrgð ráðherra liggur í þeirri reglu sem við höfum hérna nefnt frumkvæðisskyldu ráðherra. Byggja verður á því að ráðherra og viðkomandi ráðuneyti hvíli sú skylda að stjórnlögum að hafa almennt eftirlit með því hver í stórum dráttum framvinda í þeim málum sem heyra undir ráðuneytið og þá í þeim tilgangi að taka afstöðu til þess hvort tilefni sé til afskipta af hálfu ráðuneytisins á grundvelli gildandi lagareglna og eftir atvikum að hafa frumkvæði að tillögugerðum breytingur á lögum og það umfjöllun málið á vettvangi ríkisstjórnar sem mikilvægs stjórnarmálefnis. Nú eins og ráðum af umfjöllun hér að framan það mat rannsóknarnefndar að ráðherrar ríkisstjórn þeirri sem sat á árinu 2008 hafa ekki brugðust við amar slæmu fréttum og framtíðarhorfum bankakerfisins. Með því að draga saman mjög langt mál má orða þetta svo að fyrir liggur að þáverandi forsetis, fjármála og viðskiptaráðherra voru tiltækar upplýsingar sem gáfu brýnt tilefni til frumkvæðis að virkum aðgerðum ríkisvaldsins til að draga úr stærð íslenska bankakerfisins. Það var ekki gert. Forsetis, fjármála og viðskiptaráðherra bar að sjá til þess að innan stjórnkerfisins væri lagt mat á fjárhagslega áhættu ríkisins vegna hættu á fjármálaáfalli og byggja opinbera yfirlýsingur og stöðnu ríkisins við bankana á traustum grundvelli. Það var heldur ekki gert. Forsætisráðherra bar að gæta þess að störf samráðshóps stjórnvalda væru markviss og beita sér fyrir úrbótum ef með þyrfti. Forsætis- og viðskiptaráðherra bar að fylgja eftir og hafa frumkvæði að því að ICE-samningar, ICE-reikningar Landsbankans yrðu fluttir í dótturfélag. Að þessu var ekki nægilega vel unnið. Það mat rannsóknarnefndar Alþingis með þeim rökstuðningi sem framkemur í kafla 21.5 að þá hafi Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, Árni M. Mathiesen, þáverandi fjármálaráðherra, Björgvin G. Sigurðsson, þáverandi viðskiptaráðherra, sýnt af sér vanrækslu í skilningi 1. grein laga þeirra sem nefndir starfar eftir. Það skal ítrekað að þessi niðurstaða byggð og heildstæðu mati á því sem fram hefur komið úr rannsókn nefndarinnar aðkomu stjórnvalda og þeim upplýsingum sem allt að vera þeim aðgengilegar í aðdraganda að falli bankana. Það mat rannsóknarnefndar Alþingis að líta verði svo á að annmarkar hafi verið á málsmeðferð, úrlausn og eftirfylgni margra mála hjá fjármálaeftirlitinu en sum þessara mála eru rakin í skýrslunni í kafla 8.6.5.5. Skorti þannig á að markvissu og skýru skipulagi væri komið á málsmeðferð stofnunarinnar og þess gætt að hún var í samræmi við skýlus ákvæði laga. Sýndi Jónas F. Jónsson, þáverandi forstjóri fjármálaeftirlitsins, þannig af sér athafnaleysi gagnvart því verkefni að koma nægilega traustu skipulagi á daglega starfsemi stofnunarinnar. Verður þetta athafnaleysi hans tali honum til vanrækslu í skilningi 1. málsgreinar 1. greinar laga 142/2008 enda var það á hans ábyrgð að annast daglega stjórnun og starfsemi og rekstri stofnunarinnar. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að í ljósi þeirra upplýsinga sem komu fram innan Seðlabanka Íslands í ágúst 2008 alvarlega stöðu Landsbanka Íslands og afstöðu breskra fjármálaeftirlitsins í málefnum bankana hafi gefið tilefni til þess að unnið væri að ráðstöfunum af hálfu bankans til að ganga úr skugga hver væri reynd staða Landsbankans á þeim tíma með tilliti til áhrifa hennar á fjármálastöðugleika í landinu. Það niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis að meta verði framangreint athafnaleysi þáverandi bankastjórnar Seðlabankans
þeirra Davíð Oddssonar, Eiríks Guðnasonar og Ingimundar Friðrikssonar svo að þeir hafi þar látið hjá líða að bregðast við yfirvofandi hættu og viðeigandi hátt með því að grípa til viðhlítandi ráðstafana og með því sýnt af sér vanrækslu í skilningi 1. málsgreinar 1. greinar laga 172/2008. Af því varðar afgreiðslu Seðlabankans á erindi Glitnisbanka í september 2008 þá það mat rannsóknarnefndar Alþingis að þáverandi bankastjórn Seðlabanka Íslands hafi sýnt af sér vanrækslu í skilningi 1. málsgreinar 1. greinar fyrrnefndra laga með því að hafa ekki rannsakað erindi Glitnis á viðhlítandi hátt áður en því var ráðið til lykta og tilkynnt Glitni niðurstöðu sína þegar hún lá fyrir. Þar sem viðhlítandi grundvöllur var ekki lagður á úrlausn málsins, skorti á leið að Seðlabankinn hefði nægar upplýsingar til þess að geta lagt forsvaranlegt mat á það, hvort sú leið sem lögð var til við ríkisstjórnina að kaupa 75% hlut í Glitni væri skynsamleg eins og aðstæður voru þá. Ágætu áhorfendur, næst komið að Vilhjálmi Árnasyni prófessor að gera grein fyrir niðurstöðum starfshóps siðferði og starfshætti. Skýrsla vinnuhópsins ber heitið Siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna 2008. Í 1. grein laga rannsóknarnefnd Alþingis eftirfarandi ákvæði vinnuhópinn. Í tengslum við athugun á fyrrgreindum atriðum sem viðfangsefni rannsóknarnefndarinnar skal enn fremur fara fram rannsókn þar sem lagt verði mat á hvort skýringar á falli íslensku bankanna og tengdum efnahagsáföllum megi að einhverju leyti finna í starfsháttum og siðferði. Í skipunarbréfi til vinnuhópsins frá forseta Alþingis dagsettu 14. janúar 2009 segir: Athugunin á ekki að einskorðast við starfshætti og siðferði á fjármálamarkaði, heldur kunna önnur svið samfélagsins einnig að koma til skoðunar. Þessi skilningur á verkefni vinnuhópsins kom líka afdráttarlaust fram í umræðum á Alþingi frumvarpið og var staðfestur á fundum formanns vinnuhópsins með forsætisnefnd Alþingis. Í samræmi við þetta ákvað vinnuhópurinn að afmarka viðfangsefni sitt með eftirfarandi hætti. Skýrslan skiptist í 3 meginhluta. Fyrsti hlutinn ber heitið Siðferði fjármálalífsins og starfshættir banka. Í öðrum hluta fjallað stjórnsiði eða starfshætti í stjórnsýslu og stjórnmálum. Eins og ráða má af undanfarandi umfjöllun hjá þeim Páli og Sigríði kallast þessi 2 fyrstu hlutar að verulegu leyti á við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, þótt efnistök séu nokkur ólík og annars konar mat lagt á atburði. Hér til dæmis líka rætt hlut forseta Íslands og einkenni íslenskra stjórnmálamenningar. Þriðji hlutinn nefnist samfélagið og hann hefur þá sérstöðu að þar umfjöllunarefni sett í stærra samhengi íslensks samfélags. Þar til að mynda rætt ríkjandi samfélagssýn, pólitíska hugmyndafræði og gildismat, sem og hlut fjölmiðla og háskóla til að skapa forsendur upplýstrar umræðu í lýðræði samfélagi. Auk þess fylgja 2 viðaukar skýrslu vinnuhópsins. Sá fyrri umfjöllun fjölmiðla á Íslandi banka og fjármálafyrirtæki árin 2006-2008 sem var unnin að rannsóknarsetri fjölmiðlun og boðskipti við Háskóla Íslands. Síðari viðaukinn ber heitið Afsprengi aðstæðna og fjötruð skynsemi, aðdragandi og orsakir efnahagshrunsins á Íslandi af sjónarhóli kenninga og rannsókna í félagslegri sálfræði. Höfundur hennar doktor Hulda Þórisdóttir. Hér á eftir mun Salvör Nordal gera örstutta grein fyrir niðurstöðum fyrsta hluta skýrslunar starfshætti og siðferði bankamanna, en ég mun nú fara fáeinum orðum annan og þriðja hluta skýrslunar, sem kallast að verulegu leyti á við það sem undan komið. Athugun vinnuhópsins á starfsháttum eftirlitsstofnana sýndi vel hve vanbúið íslenskt samfélag var að mæta þeim gríðarlegu umbreytingum sem urðu í fjármálakerfinu í kjölfar einkavæðingar bankanna. Eftirlitsstofnanirnar sýndu ekki nægilegt sjálfstæði gagnvart stóru íslensku viðskiptabönkunum 3. Vinnubrögðin, einkum hjá fjármálaeftirlitinu, einkendust af trausti á bankamönnum,
sem ekki var innistæða fyrir, enda var það óraunhæft í þeirri lítt þroskuðu bankamenningu sem hér var. Kunningjatengsl í smáu samfélagi veiktu skilyrðin fyrir nauðsynlegu aðhaldi. Bankarnir voru ekki beittir þrýstingi til þess að draga saman seglin, svo sem vegna áhættusamra innlánsreikninga erlendis. Fulltrúar bæði fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans gengu erinda bankana í vissum málum, svo sem Icesave, og stóðu sumpart gegn því að sú starfsemi væri takmörkuð af hálfu erlendra eftirlitsstofnana. Þröngrar lagahyggju gætti í málflutningi forsvarsmanna eftirlitsstofnana, þar sem tilgangur lagana sniðgenginn og ekki var hugað að afleiðingum starfsháttana fyrir samfélagið í heild. Það verklag þjónaði sérhagsmunum fjármálafyrirtækja á kostnað almannahagsmuna. Greining vinnuhópsins á atburðum í aðdraganda bankarhrunsins, ekki síst þeim sem nefndir hafa verið í sambandi við samráðshópinn, og skýrslum embættismanna og stjórnmálamanna fyrir rannsóknarnefnd Alþingis leiddi í ljós nokkra alvarlega vankanta á starfsháttum í íslenskri stjórnsýslu. Boðleiðir í stjórnkerfinu voru gallaðar og embættismenn sýna á köflum óeðlilegt sjálfstæði gagnvart ráðherrum. Vantraust var ríkjandi gagnvart viðskiptaráðherra sem var yfirmaður bankamála í landinu og var haldið utan við ýmsar mikilvæga fundi og ákvarðanir. Þegar helstu embættismenn og ráðherrar útskýra aðgerðaleysi sitt, leggja þeir áherslu á að frumkvæði til að afla upplýsinga eða fylgja þeim eftir hafa átt að vera á höndum annarra. Hver bendir þar á annan og enginn var reiðubúinn að axla siðferðilega ábyrgð þótt þeir hafi brugðist þeirri frumskyldu sinni að gæta almannahags. Og í andmælum hengja menn sig í lagakróka og nefna ekki þessa siðferðilegu og pólitísku ábyrgð. Atburðarásin sýnir afar slæm áhrif pólitískra ráðninga. Einkum ruglaði pólitísk fortíð seðlabankastjóra boðskiptin og gróf undan trausti og vægi þeirra varnaðarorða sem hann reyndi að hafa uppi. Mikill skortur var á að fagleg vinnubrögð væru viðhöfð í stjórnsýslunni í aðdraganda bankarhrunsins. Mikilvægar ákvarðanir voru illa undirbúnar og misbrestur á að upplýsinga væri aflað. Gagnafærslu var mjög ábótavant og oft einkendust mikilvæg samskipti á óformlegum samtölum og fortölum. Þegar ábyrgð einstakra embættismanna og stjórnmálamanna metin, verður að hafa það í huga að þeir unnu í skugga fjármálakerfis sem hafði verið leyft að vaxa langt umfram getu ríkisstofnana til þess að stjórna því. Óttinn við að valda fjármála áfalli olli pólitískri lömunarveiki í íslenska stjórnkerfinu. Þetta ástand má rekja til þess hver stjórnvöld stóðu illa að einkavæðingu bankana. Þau viku frá sínum eigin viðmiðum eignarhald og gáfu lítt reyndum bankamönnum mjög stóran eignarhlut og jafnframt lausan tauminn. Í nýlegum stjórnarsáttmálum var jafnan lögð áhersla á að halda bankastarfsemi hérlendis og að hún skyldi ekki lúta íþyngjandi eftirliti. Aftur á móti vantaði heildarstefnumótun fjármálakerfið sem tæki mið af því hversu stóra banka íslenska hagkerfið myndi þola og hvernig hægt var að gæta almannahagsmuna. Í þessu samhengi skiptir máli að eftir að þjóðhagsstofnun var lögð niður var engin sjálfstæð fagleg stofnun á sviði efnahagsmála, enda getur slík stofnun takmarkað vald einstakra stjórnmálamanna. Könnun vinnuhópsins á fjölmiðlaefni í aðdraganda bankahrunsins sýndi að margir stjórnmálamenn brugðust illa við erlendri gagnrýni. Í stað þess að meta hana á gagnrýninn hátt var hún rakin til óvildar, öfundar eða vanþekkingar. Vandi bankana var greindur sem ímyndarvandi og á honum var reynt að vinna með samstilltu átaki bankamanna og stjórnmálamanna. Með því að sýna ítrekað ógagnrýna samstöðu með bankamönnum færðu stjórnmálamenn ábyrgðina á þeim æ meira yfir á ríkið og þar með yfir á almenning. Gögn frá viðskiptabönkunum 3 leiða í ljós að flestir stjórnmálamenn og stjórnmálasamtök þágu styrki frá bönkunum. Leiða má líkur að því að slíkir styrkir hafi dregið úr hvata stjórnmálamanna til þess að gagnrýna framgöngu bankamanna. Ljóst að Alþingi rækti illa bæði eftirlitshlutverk sitt og umræðuhlutverk og sýndi andvaraleysi gagnvart því að auður og völd
söfnuðust á fárra manna hendur. Orðræðan í samfélaginu mannkosti áhættusækinna íslenskra fjármálamanna og velgengni íslensks viðskiptalífs bjó í haginn fyrir atburðarásina í aðdraganda bankahrunsins. Í skýrslu Viðskiptaráðs Íslands Ísland 2015 sem samin var að framámönnum í íslensku viðskipta- og menningarlífi má sjá athyglisverð dæmi þessa dramsemi. Ísland átti að verða samkeppnishæfasta land í heimi og frjálsasta þjóð heims. Og leiðin að því marki var ekki síst að vega að stofnunum ríkisins, enda var ríkið skipulega vanrækt. Frelsi var öðru fremur skilið sem afskiptaleysi hins opinbera, en líkt var hugað að forsendum þess að farið væri með frelsið að samfélagslegri ábyrgð. Samfélagslega ábyrgð birtist fremur í því að styrkja ímynd bankana með ýmiss konar styrkjum til menningarlífs og gustuga verka. Gagnrýni á bankamenn einkenndist af þröngri einstaklingshyggju. Menn áttu að haga sér betur, en stjórntækjum var ekki beitt, enda samrýndist það ekki ríkjandi hugmyndafræði, oftrúni á eftirlitsleysið eins og einn ágætur bankamaður hefur orðaða, sem var hryggjarstykkið í samfélagssýn ráðandi afla í aðdraganda bankahrunsins. Upplýst umræða sem nauðsynlega lýðræði samfélagi átti erfitt uppdráttar. Spuni frá upplýsingafulltrúum bankana átti hins vegar greiða leið inn í opinbera umræðu og eftir á að hyggja líkt og við höfum lifað í sýndarveruleika. Ímynd var mikilvægari en veruleiki. Greining fjölmiðlahópsins sýnir fram á að fjölmiðlar römmuðu inn umræðum viðskiptalíf mun meira á forsendum fjármálafyrirtækjanna en almennings. Mest var byggt á fréttum frá bönkum og lítið var sjálfstæða greiningu fjölmiðlamanna. Háskólamenn hefðu getað lagt meira af mörkum til samfélagsumræðu á grundvelli sérþekkingar sinnar. Stóraukið samspil háskóla og fjölmiðla annars vegar og viðskiptalífs hins vegar skóp skilyrði fyrir hagsmunaárekstra og sjálfsritskoðun. Þessi atriði þarf að kanna mun betur í framhaldinu en ráðrúm var til hér. Af þessu má sjá að torvelt var fyrir almenning að mynda sér upplýstar skoðanir sem forsenda þess að þeir geti axlað ábyrgð sína sem borgarar í lýðræðisríki. Hegðun fólks má líka skýra sálrænt eins og Hulda Þórisdóttir gerir út frá því markmiði að trúa því að íslenskt efnahagslíf stæði vel, enda virtist almenningur njóta góðs af stöðunni. Fyrir vikið var þjóðin að miklu leyti blind á þau hættumerki sem gagnrýnendur bentu á og hugmyndir afburðahæfileika íslenskra fjármálamanna sem meðal annars var haldið á lofti af forseta Íslands féllu í góðan jarðveg. Skortur á hófsemi og ráðdeild í íslensku samfélagi ásamt með ógagnrýninni sjálfsánægju meðal þjóðarinnar bjuggu á sinn hátt í haginn fyrir þá atburðarás sem hér varð í bankahruninu. Af þessari stuttu samantekt má sjá að vandinn víðtækur og kerfislægur. Þótt margir einstaklingar hafi gert sekir ámælisverða hegðun og á því þurfið að taka með viðeigandi hætti, það mat vinnuhópsins siðferði að til lengri tíma litið sé brýnast að treysta lýðræði samfélagsins og efla fagmennsku, samfélagsábyrgð og siðferðisvitund. Í lok hvers kafla skýrslunnar setur vinnuhópurinn fram lærdóma sem draga megi af atburðunum og geta verið okkur til viðmiðunar í endurreisnarstarfinu og það sannarlega verkefni sem þjóðin öll ber ábyrgð á. Nú tekur Salvin Nordal við. Mig langar hér í lokin að draga athyglina að tveimur niðurstöðum vinnuhóps siðferði og starfshætti sem snúa að fjármálalífinu og að finna í fyrsta hluta okkar skýrslu. Annað atriðið snýr að því sem ég leyfi mér að kalla hér landlægt virðingarleysi fyrir lögum og reglum og kom skýrt fram þegar greindir voru starfshættir bankana. Hitt atriðið snýr að veikleikum smáþjóðar, ekki síst
þegar við missum tengsl okkar við ræturnar og hættum að skilja hvað felst í því að vera fámenn þjóð. Ef ég sný mér að fyrra atriðinu kemur perlega í ljós nánast á öllum sviðum í bönkunum virðingarleysi gagnvart starfsreglum sem tryggja eiga vandaða starfshætti. Þrátt fyrir ítarlega regluhandbækur, starfsreglur stjórna og löggjöf sem leggur til grundvallar eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði skorti verulega á vilja til að fara eftir þessum reglum. Þeir sem höfðu það hlutverk að sinna eftirliti innan bankana töldu sig fá lítinn hljómgrunn, voru alltaf í stjórnarandstöðu eins og einn orðaði það, enda voru fleiri í ferða- og skemmtanadeild hjá bankanum heldur en í innri endurskoðun og regluvörslu og í raun og veru áhættustýringu eins og annar starfsmaður banka orðaði það. Litið var á siðareglur og lög sem hindranir sem mætti að reyna að sniðganga fremur en mikilvægt tæki til að efla meðvitund vandaða starfshætti og siðferðilega dómgreind. Þau viðmið sem fjármálaeftirlitið setti eigendum við einkavæðinguna voru sniðgengin og áherslan var á að hygla eigendum og æðstu stjórnendum. Þetta hafði áhrif á nánast öll svið starfseminnar. Hitt atriðið sem mig langar að nefna hvernig stjórnendur stærstu bankana stærstu fyrirtækjana mistu með margvíslegum hætti tengsl við hið smáa íslenska samfélag og tók ekki mið af þeim veikleikum sem fylgja smæðinni. Augljósasta dæmið fádæma vöxtur fyrirtækjana langt umfram stærð og getu samfélagsins. Annað dæmi snýr að alþjóðlegum samskiptum þar sem hart var sótt fram án þess að endilega væri hugað að vandvirkni og gætni. Í þessum efnum opinbera skýrt fámennið því í hinum flókna alþjóðlega fjármálaheimi nægir ekki að tefla fram örfáum einstaklingum sem bera eiga stór fyrirtæki uppi. Menntun en ekki síst reynsla var orðum aukin og sárlega vantaði dýpri þekkingu á alþjóðlegri fjármálastarfsemi. Staðreyndin sú að fámennið setur okkur skorður sem kemur meðal annars fram í því að stjórnunarteymin eru fámenn og baklandið lítið. Þetta það sem gjarnan kallað grunnstjórnun, enda kemur víða fram fákunnáttu og reynsluleysi ekki síst eftir að harðna tók á dalnum. Góðari svokallaða blés þannig upp oflæti og stórmennsku og þeir sem stýrðu stærstu fyrirtækjunum fóru að trúa því að þeim væru allir vegir færir og væru miklu stærri og sterkari en raunin var. Á erlendu mörkuðunum stormuðu þeir inn með mikilli fyrirferð, drógu til sín athygli en reyndust í mörgum tilfellum fyrst og fremst vera í innbyrðis samkeppni. Þeir eltu hvern annan í útrás. Smæð samfélagsins endurspeglast einnig í persónulegum samskiptum stjórnenda bankana. Oft eru kunningjatengslin talin þrándur í götu, en þau eru ávísun á traust og samstöðu, en ekki síður vantraust og sundrungu. Samskipti milli bankastjóra og eiganda stóru bankana voru persónuleg og flókin og á síðustu mánuðunum kom berlega í ljós að menn sá ekki sameiginlega hagsmuni, hvað þá þjóðarhagsmuni fyrir sínum eigin. Náin og óformleg tengsl kom í veg fyrir þá fjarlægð sem var nauðsynleg til að takast á við erfiðleikana sem við blöstu og til að menn gætu hafið sig yfir aðstæðurnar. Enginn virtist hafa þann myndugleik, þekkingu og traust til að ná eyrum allra og því hljóp hver í sína áttuna og ringulreið ríkti. Margt bendir því til þess að helstu persónur og leikendur hafi ekki borið gæfu til að stýra lokaatburðum á þann veg að lágmarka hið samfélagslega tjón. Þau atriði sem hér eru dregin fram eru umhugsunarefni fyrir okkur öll, enda leggur vinnuhópurinn áherslu á nauðsyn þess að við drögum öll lærdóm af því sem gerst hefur og að rannsóknin verði tilefni umræðu og umbóta í starfsháttum okkar á öllum sviðum. Þetta eru meginniðurstöður úr fyrsta hluta skýrslu starfshóps siðferði og starfshætti.
Í starfi vinnuhópsins í þessum hluta hefur verið stuðst við gögn rannsóknarnefndarinnar og greiningu hennar og ekki síst skýrslur sem einstaklingar báru fyrir nefndinni. Ég vil fyrir hönd vinnuhópsins þakka rannsóknarnefndinni og starfsfólki hennar ánægilegt og afar gott samstarf. Þá tekur Páll Hreinsson við. Eins og ég sagði hér áðan, þá skýrslan afskaplega stór og við höfum aðeins náð að tæpa á hluta af efni hennar. Ég vil því minna ykkur á, ágætu fréttamenn, það kemur ekkert í staðinn fyrir lestur skýrslunar. Núna ætlum við að taka nokkrar spurningar og við höfum takmarkaðan tíma og ég áætlum við náum að taka 15 spurningar. Þar sem hér eru margir mun fleiri í sal, þá ætlum við að reyna að haga því þannig að það sé það eins einn helst frá hverjum fjölmiðli sem fær að spyrja. Ég vil biðja ykkur að minnast hvert lögbundið hlutverk nefndarinnar og verkefni áður en móti spurningarnar. Og ég vil biðja ykkur að kynna ykkur áður en þið beruðu spurninguna. Ég Dóma Valdimarsson fyrir Reuters-fréttastofuna. Það hefur komið fram áður að einhverjir 12 fengu tækifæri til að andmæla því sem fram hefur komið í þessari skýrslu. Þú ert búin að nefna 7. Hver eru hinir 5? Eins og fram kemur í kafla 23, þar listin yfir þá sem fengu bréfin. Hinir eru 4 ráðuneytisstjórar og síðan það utanríkisráðherra. Og ég ætla að fela Tryggva aðeins að svara nánar lagagrundvellinum af hverju utanríkisráðherra fellur ekki undir ábyrgðarreglurnar. Eins og Páll skýrði frá hérna áðan, þá kemur ljós í við athugun okkur á þessu máli og oddvita ríkisstjórnarinnar voru í ákveðinni sérstöðu. Til þeirra var beint upplýsingum og þeir sátu fundi með bankastjórum Seðlabankana og þegar kom að því að greina hverjir í raun og veru báru ábyrgðina, þá var það að líta til þess hvernig málefnaskiptingin innan stjórnarráðsins. Utanríkisráðherra sem slíkur fer í raun og veru ekki með málefni fjármálamarkaðarins sem slík. Hann getur hins vegar komið að þeim ýmsum hætti að því varðar þá erlend viðskipti, gæta hagsmuna Íslands erlendis og það er einfaldlega byggt á þeirri niðurstöðu að ábyrgðargrundvöllurinn sem þarna að ræða, það er að segja frumkvæði skylda ráðherranna á grundvelli þeirra málefna sem þeim eru falin, hann leiði ekki til þess að það verði komið fram á þeim grundvelli sem við erum að fjalla sem mistök og vanræksla þessu leyti ábyrgð að því varðar utanríkisráðherra þáverandi. Það er svo eins og alveg ljóst að þarna var utanríkisráðherra þáverandi í pólitísku hlutverki og það verða þá aðrir að taka stað við það. Að því að varða ráðuneytisstjórana þá laut okkar fyrirspurn þeirra fyrst og fremst að því að reyna að ganga úr skuggum það hvernig hefði verið háttað upplýsingaflæði vegna starfs í þessum kallaða samráðshópi stjórnvalda til ráðherranna. Og það kom fram við þá upplýsingaöflun að ráðherratnir töldu sig hafa fengið í munnlegu formi upplýsingar þá megindrættir sem að hverju sinni voru til staðar í viðfangsefni þessa hóps og þar að leiðandi vegna þeirra grundvallar ábyrgðar sem hvílir á ráðherranum að hafa frumkvæði og bera ábyrgð á stjórnarathöfnum og þá var það mat okkar að þeir eru átt að hafa nægar upplýsingar til að geta brugðist við. Takk fyrir. Já, Heimir Már Ingi, fréttamaður á Stöð 2. Mér langar kannski, finnst þið komin hérna að fá að spyrja bæði Sigríði og Pál og kannski þá fyrst Sigríði eins og þú lýsir því hvernig fór fyrir bönkunum og þessum krosseignatengslum og hvernig eigendurnir umgengust bankana 3. Er þetta að lýsa því einhvern veginn öðruvísi heldur en bara sem bankaráni hábjartan dag? Er ekki hægt að segja að þessir aðilar hafi hreinlega rænt íslenska bankakerfið, þeim fjármunum sem þeir höndluðu með þeim hætti sem þú lýstir hér áðan? Og til Páls, þeir aðilar, þeir stjórn Seðlabanka, þeir ráðherrar, forstjóri fjármálaeftirlitsins sem þið segið hafi sýnt vanrækslu í starfi, hvað þýðir það í afleiðingum? Hvað leggur nefndin til að gera sig í framhaldinu eða hvað segja lög það að gera eigi við embættismenn sem sína vanrækslu með þeim hætti sem þið hafið nú sett fram?
Ég held að það hafi komið alveg í ljós skýrt í máli mínu og að nefndin hefur raun komist þeirri niðurstöðu að eigendur bankana hafi gengið fjármunni bankana allt of frjálslega. Hvort ég vilji kveða jafn sterkt orði eins og þú gerðir, það annað mál. En það var alveg hreint, held ég, í mínu framsögu að þetta gat ekki talist eðlilegt og hagsmuna árekstrar mögulegir í svona aðstöðum eru verulegir. Af því varðar seinni spurninguna, þá þetta að segja það að þeir embættismenn sem þarna hafa verið ámyndir eða fengið þennan dóm með gæsalappanefndarinnar, þeir hafa látið á störfum og það vart við því að búast og það verði neinn eftirfylgni eftir því. Af því varðar fyrrverandi ráðherrana, þá það þingsins að taka afstöðu til þess hvort að þingið telji rétt eða ástæðu til að fylgja því eftir fyrir ráðherradómi, að landsdómi. Já, góðan dag. Kolbeinn Óttarsson Proppéti frá Fréttablaðinu. Langar aðeins að spyrja hve mörg mál fóru frá ykkur til ríkissaksóknara og af hverju fóru þau ekki strax í ferlinu? Ef ég skildi rétt þá fara þau strax núna þegar skýrslan hefur verið kynnt. Og eins að þessi 12 minningar sem fengu andmæli frá ykkur, breyttist eitthvað skýrsla með því andmælin sem þar komu fram? Breyttum þið eitthvað texta? Var eitthvað þeirra andmælin sem var til þess? Við gáum þessum 12 minningum færi á að tjá sig atriði sem mörg hver voru óljós og það nú ekki þannig að við höfum iðkað það mikið að kalla menn til ábyrgðar í íslensku samfélagi. Og það ekkert að segja þessar reglur sem þetta gilda sem við skýrar og engin fordæmi að styðjast. Þess vegna var vafi víða og við leyfðum og gáum hlutaðeigandi aðilum þá færi á að tjá sig og því sjáir hreinlega niðurstöðuna hver hún er. Það eru bæði þannig að menn teljast ekki hafa brotið af sér í bága við fyrstu greinina mistök á mannrækslu og öllum þeim sviðum sem við veitt færi á að tjá sig og svo endan þetta eingöngu 7 af 12 sem að niðurstaðan liggur fyrir. Þannig svarið já, auðvitað það hafi áhrif það sem kom frá og til þess nú andmælarétturinn þetta gerður. Tryggvi myndu. Framsendingu mála til ríkissaksóknara, þá það þannig að okkur var ekki ætlað að sinna sakadómsrannsókn eða lögreglurannsókn að þessu leitinu. Það var hins vegar tekið fram, ef það vaknaði grunur við athugun okkar á málum, þá skyltum við tilkynna þau áfram. Það rétt að leggja sérstaka áherslu á það að fljótlega eftir að við hófum störf þá komu fram endurskoðunarskýrslur vegna bankanna þar sem teknar hefðu verið saman upplýsingar það sem gerðist síðustu misserin í bönkunum. Þar var að ræða ýmsar upplýsingar sem við sáum strax að áttu erindi til frekari úrvinnslu og við lögðum áherslu á það, beittum okkur fyrir því að þeim yrði komið til sérstaks saksóknara. Þessi mál sem að síðan hafa komið upp, þau hafa í raun og veru verið að koma upp við okkar athugun á fjölmörgum gögnum, samningum og ákvörðunum í bönkunum. Við höfum svo safnað þeim saman og höfum settum ríkissaksóknara og sérstökum saksóknara grein fyrir þessum málum. Það nú eins vegar þannig að skýrslan hefur að geyma frásögn af fjölda mála, til dæmis að því að varðar útlán, ákvarðanir útlánanemnda, lánanemnda og annars slíkar, sem að þessi yfirvöld þurfa núna að fara yfir og skoða í hvaða tilvikum þurfi að fjalla nánar Mörg þessara mála eru þegar komin til þeirra. Við leggjum hins vegar áherslu eins og þið sjáið í kafla 22 á það að það þurfi líka sérstaklega að skoða ábyrgð stjórnenda bankana. Það er að segja þeirra sem fóru með stjórn þeirra, æðstu stjórnendur, stóðu þeir rétt að málum. Og það hefur komið hér fram áður að þar verður að leita leiða eftir þeim leikreglum sem við höfum á grundvelli annars vegar þá refsimála og hins vegar þá að einstaklingar eða þeir sem telja á sig hafa brotið leiti þá leiða til þess að rétta hlut sinn. En við höfum sem safnað þessu saman, skýrslan sem slík gagn með því bréfi sem við höfum afhent og nú það viðfangsefni þessara yfirvalda. Það settur ríkissaksóknari sem mun skipta þessum verkefnum upp og nú voru þau komin til þeirra. Frá Ríkisútvarpinu biður ykkur að útskýra betur fyrir okkur. Þið talið vanrækslu stjórnar Seðlabankans í aðdraganda þess að Glitnir var þjóðnýttur í lok september 2008 að útskýra betur í hverju sú vanræksla felst og hvað hefði átt að gera. Og í öðru lagi, við vitum það að þessi skýrsla fer núna til umfjöllunar á Alþingi síðan fer hún í sérstaka þingnefnd
til umfjöllunar, en teljið þið ástæðu til þess að landsdómur yrði kallaður saman? Fyrst spurningin vanrækslunar með Glitnishelgina. Það sem megin aðfinnsluefnið okkar að það var ekki nægileg rannsókn. Það var ekki kallað til viðbúnaðarhópur, það starfslið sem hafi verið þjálfað í þessu og það ekki beitt heimild sem í lögum Seðlabankann að fara inn í Glitni með að skoða lánabækur hans og afla upplýsinga. Þannig að menn skilji hver staðan er. Áttum okkur á því banki sem er að koma inn að falli eða bara hver aðstæður voru haustið 2008, aðstæður bankana breyttust bara dag frá degi og það var ekki hægt þess vegna að átta sig á stöðunni öðru sem að fara einfaldlega inn og skoða þetta. Og það það sem við gagnrýnum aðallega fyrir. Þessi skortur og rannsókn leiddi þó líka til þess að Seðlabankinn hafi þó ekki yfirsýn yfir vandamál Glitnis til þess að geta mælt með því við ríkisstjórnina hvort þessi leið að kaupa 75% hlut væri raunverulega skynsamleg lausn á þessu tímamarki. Mælum við með því að ykkur sé dregin fyrir landsdóm, samkvæmt stjórnarskránni eða Alþingi og Alþingi 1 sem svarar þeirri spurningu og það skýrlega tekið fram í lögum og greinargerðum nefndin okkar að við eigum ekki að svara þessari spurningu, þannig að við tökum ekki ómækið á þinginu með það. Ég Agnes Bragadóttir frá Morgunblaðinu. Þetta nú eins og að mæta fyrst í próf og fara svo heim að lesa. Bara árás og ykkur fyrir hvernig þið standið að þessu. Við hefðum auðvitað átt að fá þessu gögn öll fyrir helgi svo við kemum hingað undirbúin. En það réttur skilningur eftir að hafa hlustað hér á ykkur að númer 1 hvíli að ykkar mati ábyrgðin hjá bönkum, númer 2 hjá stjórnvöldum, númer 3 hjá eftirlitsaðilum og þá í röðinni FME, Seðlabanki Íslands. Ég fannst að ég geta lesið það út úr þessum málflutningi ykkar hérna. Og númer 2, hversu mörg mál teljið þið að muni enda, og þá er ég ekki að tala um landsdóm, hvort að hann verði tekinn saman eða ekki, eða kallaður saman eða ekki, en hversu mörg mál munu enda ýmist hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra eða hjá sérstökum saksóknara? Í því sem við tilkynntum til saksóknara, þá vorum við að tilkynna oft háttsemi eða verknaði sem óljóst hversu margir komið að. Stundum geta þetta verið mjög margir. Eitt af þessu tilkynnum, það eins og augljóst að innherjar, eða þeir sem höfðu innherja upplýsingar, voru að taka út úr peningamarkaðssjóðum og öðrum sjóðum. Þetta eru gríðarlega mikill fjöldi þarna höfðum við. Þannig við getum ekki áætlað þennan fjölda. Og eins og lögin eru sett fram, þá það saksóknara að meta í hver af þessum málum hann fer og þar verður hann að forgangsraða með þau öllu önnur þau mál sem hann hefur á sinni könnu. Tryggvi, myndirðu? Já, sko, þetta hangið saman, en að sjálfsögðu voru áhætturnar teknar með viðskipta ákvörðun bankastjórana og þeirra sem störfuðu í bönkunum. Og þá strax boltinn komin yfir á viðnámið og móti til að venda almannahagsmuni hvernig stóð kerfið sig. Þannig að þetta bolti sem fer fram og tilbaka, en það alveg ljóst. Viðskiptar ákvarðanir það sem setur þetta stað. Það alveg rétt. Ég heiti Ómar R. Valdimarsson, ég blaðamaður hjá Bloomberg fréttastofunni. Þið eru tveir frekar vel löglari menn og ættu að geta svarað því hversu margir einstaklingar hafa framið þessar afbrot í ykkar rannsókn. Hvað telja þér hafa verið margir og hvað eru margir leikendur og gerendur í skýrslunni í það heila? Hvað eru margir einstaklingar sem að bera ábyrgð á hruni íslensk fjármálamarkaðar í október 2008? Og hins vegar ekki svolítið óeðlilegt að við ykkur áætla að blaðamenn hafi 5 mínútur til þess að kynna sér efni skýrsluna sem telur við 2000 blaðsíður og síðan ætla ekki að tala það meira eftir daginn í dag? Láttu huggast. Það verður áttur á því að það hafi þetta komið fjöldi manns í sögu við þessari rannsókn. Hvers vegna? Jú, vegna þess að við erum að rannsaka viðskipti í heilu bankakerfi. Þannig að við getum ekki tilgreint einhvern fjölda í einhverjum einingum því miður, það getum við ekki. Við vorum átt okkur á því að hver maður saklaus þar til sektan sem sönnuð.
okkar viðfangsefni var ekki að sinna þeir rannsóknarhlutverki. Við áttum jú að athuga hverju voru veikleikar í stefnumörkun og rekstri bankana. Það höfum við gert með því að draga fram upplýsingar það sem gerðist í þeim, hvernig staðið var að ákvörðunum þar. Þegar þú kemur hins vegar að því að reyna að finna út úr því hver ber ábyrgðan og hvernig getum við leitt hana fram, þá ertu komin að því að prófa þær reglur sem gilda refsiábyrgð hugsanlega þessar aðila. Og þar kemur að þeim mörkum sem við erum ekki að fást við. Gjörðu svo vel. Sigrún Davíðsdóttir, Speglinum, Ríkisútvarpinu. Mig langaði að spyrja Sigríði spurningar en fyrst, eftir að hafa bara lesið efnisyfirlitið, þá lofar það mjög góðu og til hamingju með að þér virðist ótrúlega glæsilega unnið verk. En mig langar að spyrja þig, Sigríður, þegar þú reifaðir hvernig bankarnir störfuðu, þá þetta náttúrulega útlínur sem við höfum svona þótt skrilla í áður, auðvitað miklu nákvæmar og betur í farið. En mig langar að spyrja, hver heldur þú að hafi eiginlega verið hugmyndin með rekstrinum á þessu bankakerfi? Ég meina, hvernig dettur einhverjum í hug sem þykist vera faglegur bankamaður að setja upp til dæmis útlán af þessu tagi? Hvað voru eiginlega eigendur bankana að hugsa? Ég meina, maður getur kannski haldið að þeir hefðu borið hag þessara fyrirtækja sinna, eða þar sem þeir áttu stóran hlut í, fyrir brjósti. Þannig að, já, ég hefði gjarnan viljað fá hvort að þú gætir svarað því á einhvern nátt. Hver var eiginlega hugmyndin með þessu? Af því að þetta ekkert sem byrjaði í ársbyrjun 2008. Ég tel náttúrulega að þú ert eigandi fyrirtækis, þá ertu í raun að fá arð af fyrirtækinu með arðgreiðslum vegna hagnaðar. En þegar staðan er orðin svoleiðis að þú færð í raun meiri arð af fyrirtækinu með því að lána fjármuni til sjálfstíns, þá breytist reksturinn verulega. Það er byrjað að taka skammtímar á þetta út að þú getur raun náð mestum hagnaði á skömmum tíma með að lána þér sem mesta fjármuni sjálfur. Og þarna virðist hafa meiri hluta eigendur, í raun algjörlega tekið minni hluta eigendur í bakarið bara. Og þá blindar þér fyrir áhættu? Nei, bara hagurinn er svo mikill til skamms tíma að það er þess virði að taka þessa áhættu. Ég er náttúrulega hagfræðingur og ég tel að allir séu að hámarka hagnað á vissan hátt, en ef þú getur náð í svona mikinn hagnað á svona skömmum tíma og möguleikin er að þú komist í gegnum þetta, þá gerur þú það. Og það er náttúrulega þekkt líka í fræðunum að þegar bankar, það fer að þrengja að bönkum, þá byrja þeir að hegða sér á mjög óhagkvæman hátt, sérstaklega frá sjónarhóri samfélagsins. Vegna þess að þeir gera það sem maður segir, þeir bara byrja að veðja á líf. Vegna þess fyrir þá að lána út eitt slæmt útlán til viðbótar. Þá annarkvort tapast það, eða það, og þeir fara með, eða þá, það tapast ekki og þeir lifa af. Það sé eitt bara til þess að svara því sem Ómar spurði hér áðan og Agnes myndi líka á. Auðvitað hefðum við kannski kosið að geta gert þetta í ró og friði og lagt þetta verk fram. Þannig að við höfum átt kost af því að kynna ykkur þetta fyrirfram. Við verðum að átta okkur á því að það hefur verið mikil óróleiki í samfélaginu núna og þetta var einfaldlega niðurstaðan að leggja þetta fram með þessum hætti. Við gerum okkur alveg fyllilega grein fyrir því að, svo Páll segir, nú blasir þetta við að fólk þarf bara að fá tækifæri til að skoða þetta og kynna sér þetta. Þetta er fyrst og fremst upplýsingar og gagnasafn til frekar úrvinnslu, en þetta var svo niðurstaða sem ákveðin var miðað við þær aðstæður sem uppi er í samfélaginu. Og okkur hefur tekist að vinna þetta verk á þessum tíma án þess að það hefur þó verið mikið fjallað það sem við höfum verið að gera. Og við höfum reynt að halda leynd og trúnað það sem þarna hefur farið fram. Það er engin aðferð fullkomin í þessu og við höfum alveg skilning á ykkar sjónarmiðum og við leitum leiða til þess en þetta var niðurstaða. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson frá útvarpi Sögu. Ég vil beina spurningu minni til Kristín Ástgeirsdóttur. Og hún er þessi: hvers vegna situr þú í þessari nefnd sem fjallar siðferði og starfshætti þeirra sem komu að þessu hruni?
Þú ert gamall pólitískur samherji Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra. Þú ert persónulegur vinur hennar. Hún tilnefndi þig sem fulltrúa Íslands í öryggisráði ef við höfum náð þar stöðu. Og ekki óeðlilegt að þú situr í þessari nefnd og gerir það ekki þessa nefnd ótrúverðuga að þú sem gamall pólitískur aðili komir að henni með þessum hætti. Ég vil benda á það í þessari skýrslu ykkar heill kafli forseta Íslands, Ólaf Ragnar Grímsson. Það fjallað ræður forsetans, það fjallað ferðir sem hann fór í og það verið að fjalla veislu sem hann hélt á Bessastöðum. Forsetinn ber enga ábyrgð á stjórnarframkvæmd. En einhver sambærilegur kafli fyrrverandi utanríkisráðherra og siðferði þeirra aðila í þessari skýrslu ykkar? Og ég vil líka beina því að ykkur hinum sem sátu í þessari nefnd sem fjallað siðferði og starfshætti, hvort að það ekki verið eðlilegt að spyrja hvort að Kristín Ástgeirsdóttir væri ekki vanhæf til þess að taka á þessu og hvort það væri ekki bráðnauðsynlegt að þetta með þessi mikilvæga nefnd sem þjóðin hefur beðið eftir og hún væri trúverðug í augum þjóðarinnar í stað þess að skapa þetta tortryggni. Og ég byrja að stýtta málið þannig að fleiri komið í stað. Já. Þakka þér fyrir. Þakka þér fyrir. Já, má ég svara? Já. Þú ert að rugla mér saman við nafnum mína Árnadóttur. Ég hef aldrei komið nálægt öryggisráðinu. Það hins vegar rétt að ég sat á þingi með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur í nokkur ár og við vorum ágæti kunningjar þar til að það urðu mikil skil í kvennalistanum á sínum tíma. Ég hef bara því miður ekkert samband við hana. Fylgist auðvitað með henni og hennar veikindum og ég skipuð í þessa nefnd af Alþingi. Væntanlega vegna þess að fólk þar úr öllum flokkum var það traust til mín að ég geti tekið þátt í þessu starfi. Ég held ég hafi ekki meira en þetta að segja. Takk. Egil Helgason heiti ég, Ríkisútvarpinu. Það eitt sem að mér finnst athyglisvert og mér langar að nefna við ykkur kannski Tryggva varðandi stjórnsýsluna. Það hvað stjórnsýslan virðist hafa verið léleg og hvað hún að bregðast mikið og hvað ákvarðanir eru komnar þarna mikið inn á borð tveggja aðalmannana í ríkisstjórninni og hvað mikið af þessum samskiptum til dæmis milli Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar fer fram í virðist vera símtölum og það ekkert skráð niður og þetta stingur mjög í augu að manni finnst þetta vera mikill áfellisdómur yfir stjórnsýslunni. Það rétt að en okkar megin athugasemd við starfshætti innan stjórnsýslunar þetta formleysi. Við vorum að athuga það að stjórnsýslan og þessir ráðherrar sem þarna koma að, seðlabankastjórar, þeir eru að rækja störf í þágu okkar. Þeir eru að rækja störf í þágu samfélagslegra verkefna. Og það verður að gera þá kröfu að það liggi fyrir í einhverjum gögnum og heimildum upplýsingar það hvað lagt til grundvallar. Hvað fer til dæmis fram í samtali íslensk ráðherra við erlenda ráðherra málefni. Við verðum líka átt okkur á því að þetta voru viðkvæm málefni, eðlilega, en það verður jafnframt að gera þá kröfu til stjórnvalda að þau hagi vinnubrögðum þannig að það sé hægt að fjalla þessi mál þó viðkvæm séu með þessum hætti. Og þið takið eftir þegar þið skoðið þessa skýrslu að á sama tíma og við erum að láta þess getið að það liggi ekkert fyrir samtölu eða fundi sem ráðherrar áttu eða þeir setja fram alvarlegar upplýsingar og það jafnvel ekki fært í bókar, þá hins vegar í þessum samráðshópi stjórnvalda, þar eru setta fram ítarlegar upplýsingar, ítarleg gögn, unnin til dæmis að Seðlabanka og Fjármálaeftirliti og beint til fulltrúa ráðuneytanna í þessum hópi, þannig að þetta alveg hægt. En þetta gerir auðvitað þá kröfu til þess að þessi vandhætti vinnubragða og það akkúrat þetta sem við erum að leggja áherslu á að þarna þarf að taka til hendinni. En verða að rækja þessi verkefni út frá því að þetta í þágu samfélagsins. Það sem alveg ótrúlegt í þessu það að hversu mikið að þessu fer fram óformlega. Það sem vandamáli. Og síðan gerist þetta í þessu tilviki að við erum búin að lýsa því hér að það ekki svo að Seðlabankinn hafi ekki komið til ríkisstjórnarinnar og sagt við hana, já, það eru vandamál með bankana. Það þarf að taka á þessu. Hvers vegna kemur Seðlabankinn til ríkisstjórnarinnar? Jú, það væntanlega vegna þess að hann telur sig ekki sjálfan geta átt við málið. Málið sé stærra. Og þá það spurningi hvernig bregðast menn við.
hann hefur svona tiltekna lagaheimildir til tiltekna Nei, það eru tilteknar athafnir sem hann getur gert að því varða til dæmis þrautavaralán og annað eftir því, en við segjum líka og bendum á það að ef að Seðlabankinn taldi sig þurfi einhverja frekari heimildir þá áttu náttúrulega að koma að biðja þar. En það sem þetta snýst í rauninu líka svolítið mikið það grundvallaratriði að hér var komið sjálfstæðum stofnunum. Við erum með sjálfstæðan Seðlabanka sem hefur alveg ákveðið hlutverk að gegna að lögum og vissulega á hann að passa upp á fjármálastöðugleika. Við höfum fjármálaeftirlit sem á að fylgjast með tilteknum verkefnum, sérstaklega innra starfi fjármálafyrirtækjanna. En þá kemur þessi stóra spurning, eru ráðherrarnir sem hafa með viðkomandi málaflokka að gera, eru þeir alveg lausir allra mála? Og það sem sagt hér, nei, á þeim ber sú skylda að hafa almennt eftirlit þróun mála, hvað að gerast? Við skulum athuga það til dæmis að, eins og kom fram hérna hjá Sigríði, að það verður aukning þessara erlendu innlána sem grundvallar breyting á fjármögnum íslenska bankana. Hún gerist og verður mest á árinu 2007. Hvenær farið að ræða þetta svo við sjáum í íslenska stjórnkerfinu? Að þetta geti haft þau áhrif að það þurfa að bregðast við. Það í raun og veru ekki fyrir að Landsbankinn vekur máls á þessu í febrúar 2008. Jú, íslensk stjórnvöld voru mjög jákvæð fyrir því að þetta fært yfir í dótturfélag. En hverjir voru það sem ráku á eftir? Það var breska fjármálaeftirlitið. Málið fellur niður á vormánuðum 2008. Í byrjun júlí þá kallar breska fjármálaeftirlitið eftir því að það sé unnið enn frekar í þessu. Og það í raun og veru þessi mynd að hvar voru þá íslensku stjórnvöldin sem áttu að standa á vaktinni? Já, ég heiti Björn Þór Sigurbjörnsson og er blaðamaður á Fréttablaðinu. Ég spyr gjaldeyrisviðskipti banka, lífeyrissjóða og eftir atvikum annarra. Þau hefur stundum verið sagt að þau hafi í einhverju tilvikum og upp að einhverju marki verið árás á krónuna. Hver ykkar megin niðurstaða í þeim málum? Sigríður? Það farið vel yfir gjaldeyrisviðskiptin í kafla 13. Við sjáum að það var mjög mikið keypt af gjaldeyri, sérstaklega af einum banka, Kaupþing banka, á 3 mánaða tímabili nóvember til janúar. Mikið af því fór í framvirka samninga til viðskiptavina sem voru tengdi þeim, Existu, Kjalar, Baug og eignarhaldsfélagi Eigu Ingibergar Pálmadóttur. Og við sjáum að það alveg ljóst hverjir voru á hinni hliðinni, hverjir voru að verða langir í krónu eins og maður segir á fjármálamáli. Lífeyrissjóðirnir fara hæst í 2,3 milljarða króna í framvirkum samningum, langir í krónu. Evra fyrirgefið, 2,3 milljarða evra. Það náttúrulega, allan þegar maður horfir á það og raungengi krónunar mjög hátt og það vita það allir, þá þetta kannski réttmæt hegðun að verða að kaupa erlenda gjaldeyri. Það verður náttúrulega bara annarra að meta það hvort þetta hafi raunverulega verið árás og hver hefur þá átt að hagnast á þeirri árás og hver mögulega tapaði á henni. Og það þá bara annar að meta það. En tölurnar eru þarna og þið getið allan að séð hvernig það lág allt. Gjörðu vel. Já, góðan daginn, Jóhann Ágúst Hansen heiti ég, Svipunni. Að þeim einstaklingum sem nefndin hefur kallað fyrir, ráðherrum, embættismönnum og bankamönnum, hefur einhver þeirra gengist við þeirri ábyrgð vanrækslu sem nefndin hefur borið á þá? Og já. Við kölluðum til skýrslutöku 147 aðila og það mjög ósamstæður hópur sem eru komið þarna sem sérfræðingar til að hjálpa okkur, aðrir að veita upplýsingar, en með þá stjórnendur sem spurður voru og beint til það spurningu þeirra ábyrgð, þá þetta svara því einhlítt að það gekkst enginn við ábyrgð. Já, góðan dag, ég heiti Guðrún Hálfdánardóttir og kem frá MBL. Ég ætlaði að spyrja ykkur nú funduð með ríkissaksóknara í gær og afhentu honum eitthvað gögn. Hafið þið fundað reglulega með honum á meðan rannsókn stóð? Og ef ekki, hvers vegna þá ekki? Og meðal annars með tilliti til fyrningarfrests ef afbrot að ræða. Við höfum átt 2-3 fundi með honum þar sem við höfum afmarkað skilin milli starf okkar, þannig að við vinnum saman í þessu og
okkar heimildir eru rauninni allt aðrar. Við erum ekki að rannsaka opinber mál. Okkar að búa til heildarmyndina, hvað gerðist. Og svo tekur hann við því og fer inn í einstök mál. Og þessi skörun þarna á milli höfum við þó reynt að vinna úr og við höfum vita nokkuð í hvað hann að vinna og hann hefur vita nokkuð svona á hvaða slóðum við erum. Þannig að þetta hefur verið gott, nauðsynlegt samstarf á þessu leyti. Með það spurningu áðan sem hér var spurt, hverjir voru það sem eiginlega brutu af sér, þá verðum við nú að gæta að réttarríkinu og minnast þess að bæði stjórnarskráin og mannréttindasáttmálinn banna stjórnvöldum að lýsa einhvern sekan að hafa brotið hegningarlög. Það eingöngu dómstólar sem að geta komið með slíkar yfirlýsingar. Þór Jónsson heiti ég og spyr fyrir Pressuna. Ég vil taka undir þá gagnrýni sem fram hefur komið hér að fjölmiðlamönnum væri ekki veittur aðgangur að gögnunum svona fyrirfram til þess að undirbúa sig, þannig að við höfum verið að fá þetta hér beint í æð. Ég veit að þú vilt ekki sakfella neitt, en svona tilfinningin af þessari yfirferð er svo að hér hafi ræningjaflokkur farið og tæmt sjóðina og nýtt sér formleysi og slakt eftirlitskerfi. Þegar við tala við 147 aðila eða kalla þá fyrir og þið hafið afsannað hið fornkveðna að þjóð veit þó þrír vita, því að það hefur ekkert lekið út frá nefndinni. En í nafni gagnsæis hefði ekki verið eðlilegt að veita kannski aðgang að þessum gögnum fyrirfram þannig að menn gátu undirbúið sig og jafnvel eins og talað hefur verið að hafa opinberar yfirheyslur yfir þessum mönnum. Það var strax hlutur þingsins að móta það hvernig yfirheyrslur færi fram og ef þetta hefði eingöngu lotið að opinberum aðilum þá var alveg augljóst að þetta hefði sjálfsagt farið fram opinberlega. Í yfirheyslunum hins vegar höfum við þurft að fjalla fjárhagsmálefni og það fyrirtæki sem ekki hafa komið sérstaklega í sögu, þannig að það hefði verið ákaflega erfitt að hafa það allt opið. Hitt, við veltum því fyrir okkur var hægt að koma þessu til fjölmiðla fyrr og það var mikil spenningur yfir því hjá fjölmiðlamönnum en jafnmikil neikvæðni hjá stjórnmálamönnum, þannig að endanum var nú bara leiðin, það allir jafnir og fengi enginn undan. Var ekki síðasti hjá því Jóni Jón? Já, Jóhann Hauksson heiti ég á DFF og ég tók eftir því að Vilhjálmur Árnason sagði að óttinn við að valda áfalli gæti valdið eða hefði valdið pólitískri lömunarveiki. Þetta er auðvitað engin skýring og ekki hægt að sætta sig við slíka lömunarveiki og ég hef lengi velt því fyrir mér og spyr lögfræðingana hérna hvort að ekki hafi verið gróflega brotin lög með í raun og veru og sýnir sig í þessari lömunarveiki kannski eða leynimakki öllu heldur að menn fóru hér með innherja upplýsingar heilu ári fyrir hrunið, meðal annars í trássi við grundvallar á ég að segja mannréttindi manna sem spila á markaði eins og venjulegra hluthafa hér á Íslandi, kannski voru þeir 40.000 sem áttu í íslensku bönkunum, meðan samráðsnefndin vélaði upplýsingar sem í eðli sínu voru innherja upplýsingar og áttu þar af leiðandi að vera opinberar. Og ég spyr, voru lög brotin með því að opinbera ekki þessar upplýsingar og eins og svo sem hefur komið fram í réttarhöldum á einum stað yfir Baldri Guðlaugssyni sem er einn þessara 12 ráðuneytisstjóra að hann taldi að hefðu þessar upplýsingar orðið á almannavitorði þá hefði það verið banabiti bankana sem fóru svo sem á hausinn. En ég spyr, er þetta ekki óeðlilegt þar sem að líka er til rannsóknar núna hversu margir tóku með innherja upplýsingum eða í krafti innherja upplýsinga út úr sjóðunum sínum, gátu passa sitt fé á kostnað annarra. Það er alveg ljóst að þetta er einn stór þáttur í rannsókn sérstaks saksóknara, hverjir höfðu innherja upplýsingar og hvort að þeim hafi verið misnotaðar í aðgerðum. Þetta er ekki þáttur sem heyrði undir okkur en við hins vegar gerðum tölfræðilega úttekt á þessum sjóðum og komast að því að það, með þessum innherjalistum, að það var mikið tekið út af þeim sem á þeim voru dagana fyrir fall sjóðana. Og menn hljóta eftir og hyggja þá spyrja sig, var ekki sjóðunum lokað allt og seint
til þess að vernda jafnrétti þeirra sem áttu hlut í sjóðunum. En þetta er sem sagt milli skörun okkar af saksóknara, þá er þetta saksóknara megin þessi þáttur rannsóknarinnar. Viljið þið bæta við? Þetta var síðasta spurning. Nú er þetta þannig að við erum kannski að tala um tvo hluti. Við erum að tala um það að stjórnvöld eru að fjalla um upplýsingar sem að þau þurfa að hafa til þess að geta fjallað um næstu viðbrögð eða aðgerðir. Og svo erum við hugsanlega að tala um eitthvað sem að einstaklingar byggja sínar ákvarðanir viðskipti eða slíka hluti á. Það verður auðvitað að gera ráð fyrir því að stjórnvöld geti með vissum hætti fjallað um upplýsingar um slík viðskiptamálefni án þess að það vakni svo skylda. En það er alveg ljóst eins og við erum að tala um hérna og við höfum bent á að þetta kallaði á að það yrði fyrrgripið inn í. Menn nýttu þessar upplýsingar til þess að grípa inn í rás atburðana. Og þá voru það réttir aðrir sem þarf þetta að gera. En við getum ekki fjalla nánar sjálfur sér um þetta á grundvelli einhverja innherja upplýsinga, þannig að þá erum við aftur komin að þessum spurningum saknæmi, slíka hluti. Og líka því að ég nefndi þessa líkingu að hún skýr ekki neitt við afsaki að þá er náttúrulega minnast þess að menn standa frammi fyrir ofvöxnu skrýmsli sem þeir höfðu skapað sjálfur. Þannig að þess vegna er ákaflega mikilvægt að muna hvernig bankarnir urðu til vegna slæmra starfshátta eða hinn miklu vöxtur þeirra og reynsluleysi við stjórnum þeirra er vegna slæmra starfshátta við einkavæðinguna og að því leyti til eru auðvitað stjórnmálin í fyrsta sæti þegar maður fer að rekja atburðarásina. Ef þú horfir á umræðina fyrir fall bankana, þá einblína stjórnmálamenn og meira þess að forstjóri fjármálaeftirlitsins einstaklega mikið á eiginfjárhlutföll bankana. Og það verður náttúrulega að vera ljóst að þegar það komið lausafjárkrísa, þá skipta eiginfjárhlutföll banka ekki það miklu máli. Það sem skiptir máli er laust fé. Og í okkar tilviki skiptir máli líka einnig það að þær skuldbindingar sem þeir voru með voru í erlendum myntum og með laust fé var jafnvel í íslenskum krónum. Og í þokkabót bakhjarlinn sem er Seðlabanki Íslands sem á að koma í veg fyrir það að sé áhlaup á banka sem er stöndugur, hann er einungis með prentvél sem prentar íslenska krónur. Og þá er það frekar þannig að þessir aðilar sem voru að horfa á þeir voru að horfa á ranga kennitölu einfaldlega sem í þokkabót eins og hefur komið fram núna hérna í dag var að okkar mati ofmetin. Svoleiðis að það er kannski ekki beint þannig að þeir hafa verið að leyna okkur upplýsingu heldur að hafi þeir sjálfur líka verið að einblína á upplýsingar sem voru að gefa röngu merki. Því eiginfjárhlutföll bankana voru nokkuð há og meiri segir samanburði við skandinavíska banka og jafnvel herri. Þetta höfum við lokaorðin hér á þessum fréttunarfundi. Nei, takk fyrir. Og eftir 3 mínútur hefst annar fundur á ensku. Takk fyrir. Já, komið þið sæl á ný kæru áhorfendur. Þar með lauk þessum blaðamannafundi rannsóknarnefndar Alþingis sem beðið hefur verið eins og við sögðum hér áður en að byrjaði tæplega hálft ár. Það verður að vekja athygli á því að skýrsla rannsóknarnefndarinnar er ekki dómur heldur einungis álit en hér hafa fallið mörg stór orð í þessari skýrslu. Páll Hreinsson sagði reyndar að besta er að lesa þessar 2600 blaðsíður eða 2300 blaðsíður sem skýrslan mun vera en hér kom fram í lokin á fundinum að bankarnir hafi verið orðnir ofvaxið skrýmsli, vöxtur og stærð bankana við fall eru megin orsök fyrir falli bankana. Eigendur og stjórnendur bankana og Straums, allra stóru bankana og Straums höfðu óeðlilega greiðan aðgangað lánsfé í krafti eignarhaldsins og svona mætti lengi telja. Og Vilhjálmur Árnason sem er í siðfræðihóp rannsóknarnefndarinnar, hann tók svo til orða að óttinn við að valda valda áfalli hafi valdið pólitískri lömunarveiki. Nú það er líka talað um vanrækslu, það er vanræksla Geirs Haarde, Árna Mathiesen og Björgvins G. Sigurðssonar sem fjármála viðskiptaráðherra og forsætisráðherra sjálfsögðu, vanræksla forstjóra fjármálaeftirlitsins sem þá var Jónas F.R. Jónsson og vanræksla stjórnar Seðlabanka Íslands, Davíðs Oddssonar, Eiríks Guðnasonar og Ingimundar Friðrikssonar. Nú við munum fjalla þetta í allan dag en hingað er komin Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræði prófessor. Ólafur, ég veit að það er að bera í bakkafötan lækir að spyrja þig hver þín fyrstu viðbrögð en þetta er óneitanlega mikil skýrsla og það var mikill kraftur í þessum blaðamannafundi sem var að ljúka. Já, þetta er gríðarlega mikil skýrsla og mjög mikilvægt eins og formaðurinn nefndi að menn fari almennilega í gegnum hana.
Þó ég hef ekki lesið skýrsluna þá augljóst hins vegar bara af blaðamannafundinum að því fer mjög fjarri að hér séum einhvern hvítþvott að ræða. Í þessari skýrslu eru gerðar mjög alvarlegar athugasemdir við marga grundvallar þætti íslensks samfélags. Við fjármálakerfið sem virðist hafa verið lýst þarna sem skrýmsli meðal annars af einum framsögumanninum, en síðan eru líka í þessari skýrslu eða í kynningunni hér áðan miklir áfellisdómar yfir eftirlitsaðilunum, fjármálaeftirlitinu og Seðlabankanum, yfir forystu ríkisstjórnarinnar, efnahagsstjórninni árin á undan hruninu og í rauninni mikill áfellisdómur vinnubrögð, starfshætti og þess áttar siðmenningu getum við kannski sagt í íslenskum stjórnmálum og líka í íslensku embættiskerfi. Og margt af þessu nú gamalkunnugt en það þarna dregið fram með afar skýrum hætti hvernig hlutir sem Íslendingar hafa stundum hrósað sér af að vera með lítið af reglum og hirða ekki form og redda hlutunum fljótt og gera allt svona óformlega að það mjög harkalega gagnrýnt í þessari skýrslu. Lítið dæmi það að það gerð athugasemd til dæmis við það foringjaræði sem hefur kannski sérstaklega þróast hér síðustu árin eða áratugina, þannig að það nefnt að mál voru ekki tekin fyrir í ríkisstjórninni eða kynnt í ríkisstjórninni, heldur í óformlegum viðræðum oddvitanna og eftir við einhverra trúnaðarmanna þeirra, þannig að þetta í rauninni mikill áfellisdómur yfir íslenska viðskiptalífinu og íslenska stjórnmálalífinu. Nú, það kannski hægt að spyrja, það svo margs að spyrja, en margir myndir segja að margt af þessu sem þú telur sé einfaldlega galin vinnubrögð. Og eins og að komi hérna til dæmis inn á að í aðdraganda þess að Glitnir var þjóðnýttur, þá var ekki einu sinni talað við þáverandi viðskiptaráðherra. Hvernig stendur á því þetta þarna þegar að ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks búin að vinna saman í rúmt ár? Hvernig útskýrir þú þessar venjur? Hvernig stendur á því að æðstu stjórnmálamenn ríkisins beita þessu vinnubröðum? Já, það nú kannski erfið spurning, en við getum rakið þessi vinnubröður inn í marga áratugi aftur í tíman og það hefur lengi verið gagnrýnt á Íslandi að það skorti á reglufestu í stjórnsýslunni. Það hafa verið gerðar athugasemdir við klíkursamfélag og þess áttar, en það hefur bara, menn hafa ekki tekið mikið mark á því og til að mynda þá hefur verið talað hér á undanförnum árum vanvirðingu, eftirlit til dæmis með fyrirtækjum, talað eftirlitsiðnaðinn, en það kemur glögglega fram í þessari skýrslu að þar var verulega pottur brotinn og það greinilegt að íslenska stjórnkerfi hefur verið á mjög margan hátt miklu vanburðugra eða í rauninni vanmáttugt að takast á við vandamál eins og það sem gerist þegar að bönkunum sleppt lausum og þeir keyra á fullu með kannski litla þekkingu og mikinn glannaskap, en ríkisvaldið í rauninni virðist hafa miðað við skýrsluna gjörsamlega verið vanbúið við að taka á þessu. Það áfellisdómur yfir pólitískum ráðningum. Það líka talað um það að einmitt það að bankarnir hafi orðið þetta skrímsli, það með rekja til byrjunarinnar, það einkavæðingar bankana. Telur þú að þessi skýrsla gæti á einhvern hátt orðið ákveðin kaflaskipti í íslensku samfélagi núna? Já, ég held að hún sé mjög mikilvæg og hún að minnsta kosti ákveðin hreinsun og ég held að það sé afskaplega mikilvægt að hvort sem menn nú sammála öllum niðurstöðunum eða geri athugasemdir við einhver atriði að þá skoði menn þetta mjög vandlega. Og ég held reyndar að eins og formaður nefndarinnar nefndi í upphafi að þá kallar þessi skýrsla á það verði raunverulega stokkað verulega upp í reglum og lögum fjármálamarkaðinn og í rauninni þetta líka ákall uppstokkun í vinnubrögðum í stjórnkerfinu og í stjórnmálunum og ég held að það sé lykilatriði að íslenskir stjórnmálamenn taki þessa skýrslu nú mjög alvarlega og í staðinn fyrir að fara bara karp það hverjum þetta sé nú helst að kenna að flokkarnir sjálfur og sérstaklega náttúrulega þeir þrír flokkar sem voru í ríkisstjórnum á þessum tíma, Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Samfylkingin, horfi vandlega í eigin barm hvað menn hafi verið að gera
og reynir síðan að sammælast umbætur á bæði íslenskum stjórnmálum, umræðuháttunum og embættiskerfinu. Og það líka, ég held að Páll hafi sagt eitthvað í þá veruna sko að það bendir hver á annan og enginn axlar ábyrgð. Og þetta hefur því miður verið lengi mikill löstur á íslenskum stjórnmálum. En hver á að taka við því verkefni? Hver á að sjá það að það verið breytt vinnubrögð eða breytt lögum? Við erum með ríkisstjórn sem verið standa á brauðfótum. Hver á að taka við þessu verkefni og hverju á að breyta og hvernig? Já, í rauninni það náttúrulega, þeir sem valdið hafa eru í rauninni stjórnmálaflokkarnir í gegnum ríkisstjórnina og í gegnum löggjafarþingið og þess vegna ég að leggja mikla áherslu á það að stjórnmálaflokkarnir fari í alvöru vinnu það hvernig þeir ætli að bregðast við þessari skýrslu með uppbyggilegum hætti. En hins vegar eru fleiri, það þurfa í rauninni allir að horfa í eigin barm. Háskólasamfélagið skiptir verulegu máli þarna að menn fari vandlega í gegnum það og Páll nefndi reyndar að það væri ástæða til þess að vera með miklu ítarlegri rannsóknir og mörgum hlutum sem að þarna koma fram. Í rauninni væri ástæða til þess að gera svona valdsrannsókn eins og gert hefur verið hér í sumum nágrannalöndunum til þess að skoða hvar vald liggur og hvernig kerfið í rauninni fungerar. Þannig að háskólasamfélagið sem að fær líka eins og baukinn þarna ásamt fjölmiðlunum að þannig aðilar taki líka upp þessa umræðu. Þannig að við þurfum í rauninni breiða umræðu í öllu samfélaginu og vonandi getur hún orðið málefnaleg en ekki bara þannig að menn kasti skít hver í annan og það sé alltaf farið í mannin en aldrei hugsað boltan. Að það fari raunveruleg umræða fram með sem allra víðtækastri þáttöku en ég undirstrika megin ábyrgðin auðvitað á stjórnmálamönnunum sem eiga að veita miðað við okkar stjórnskipan þjóðfélaginu forystu og það eru þeir sem að á endanum bera auðvitað megin ábyrgð á því ef að hlutir ganga illa í samfélaginu. Þeir eiga að sjá að regluverkin séu í lagi. Það liggur við að beinast við að spyrja í beinu framhaldi af þessu í því stjórnmálaumhverfi sem nú ríkir í Íslandi sem þú gjörþekkir. Telur þú stjórnmálin, stjórnmálaflokkana og ríkisstjórn vera reiðubúin til þess að takast á þetta verkefni? Svarið ef við miðum við söguna er nei, en hins vegar nú alltaf hægt að vona og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir Íslands þjóðfélag að menn taki á þessu að festu en það er alveg rétt að miða við fortíðina og þá er kannski engin sérstök ástæða til að vera bjartsýn en ég held nú samt sem áður að þessi skýrsla geti orðið og ég er mjög ánægður með að hún var jafnhvöss og hún að hún geti raunverulega orðið þáttur sem að veldur einhverjum raunverulegum breytingum, raunverulegum umhugsun stjórnhætti okkar Íslendinga. Eitt að lokum sem er forvitnilegt að spyrja þig sem var komið aðeins inn á hér áðan. Það hefur mikið verið talað það að fjölmiðlar fengu þessa skýrslu ekki fyrir leið og blaðamannafundurinn hófst til þess eins að geta undirbúið sig. Hefur þú skoðun á því? Það hefur verið farið mjög lengt með skýrsluna og alla vinnu og hefur ekkert leikið út. Í rauninni hef ég ekki mikla skoðun á því. Það eru gild sjónarmið að fjölmiðlar eigi að geta fengið að kynna sér hana áður en hún kemur þannig að menn séu undirbúnir. Það eru líka gild sjónarmið sem að ég held að Páll hafi nefnt að stjórnmálamennirnir töldu að þetta myndi leka út og suður og ef þú ferð að leyfa einhverjum að lesa þetta þá verður kannski að leyfa fleirum þannig að ég ger enga athugasemd við það að menn hafi gert þetta með þessum hætti. Bara eitt að lokum, hvað heldur þú að gerist núna? Hver heldur þú að atburðarásin verði núna? Já, ég vona nú að menn fari sér aðeins rólega og átti sig á því að þeir get ekki svarað öllum spurningum svona þó þeir hafi hort á þennan blaðamannafund. Þannig að menn fari í það að lesa skýrslur á og það er afskaplega mikilvægt að það verði vönduð og ítarleg umræða hana og það verða áreiðanlega fundir. Ég veit til dæmis að Háskóli Íslands mun verða með fundaröð niðurstöðu skýrslunnar og það verða fleiri háskólar og ég held að það sé mjög mikilvægt bara að reyna að svona anda rólega og skoða málin og reyna síðan að draga lærdóma. Takk kærlega fyrir það, Ólafur Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði. Og það er það sem við ætlum að gera í Ríkisútvarpinu. Við ætlum að fjalla ítarlega þessa skýrslu í allan dag og næstu daga. Við verðum með ítarlegan þátt 7:30 í kvöld niðurstöður skýrsluna. En næsta beina útsending hjá okkur, hún er 3:05 klukkan 14:55. Þá ætlum við að vera komin yfir í Alþingishúsið. En þá mun forseti Alþingis og forystumenn allra stjórnmálaflokkana á þingi munu ávarpa þingið
og tjá sig helstu niðurstöður þessara skýrslu, svo mikið sem hægt að tjá sig á þeim skamma tíma sem líður frá birtingu hennar þar til fundurinn þingfundurinn hefst klukkan 3 en við förum í loftið 5 mínútum fyrr en við segjum þetta gott í bili héðan neðan úr Iðnó við Reykjavíkurtjörn.